Fundi framhaldið á Alþingi. Tekið fyrir 19. dagskrármálið, breyting á ýmsum lagaákvæðum sem tengjast fiskeldi, stjórnarfrumvarp, mál nr. 457 á þingskjali 656, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarp á þingskjali 656 sem mál nr. 457. Hér að ræða breytingu á ýmsum lagaákvæðum sem tengjast fiskeldi. Frumvarp þetta samið í atvinnu- og nýsköpunarráðuneytinu í samráði við umhverfis- og auðlindaráðuneytið. Með þessu frumvarpi eru lagðar til tilteknar breytingar á lögum nr. 71 frá árinu 2008 fiskeldi, lögum nr. 60 frá árinu 2006 varnir gegn fisksjúkdómum og lögum nr. 7 frá árinu 1998 hollustuhætti og mengunarvarnir. Með samþykkt þessa frumvarps hrint í framkvæmd stefnu ríkisstjórnarinnar sem fram kemur í stefnuyfirlýsingu hennar en þar segir með leyfi forseta: Fiskeldi vaxandi atvinnugrein sem felur í sér tækifæri til atvinnuuppbyggingar en þarf að byggja upp með ýtrustu varúð í samræmi við ráðgjöf vísindamanna þannig að líffræðilegri fjölbreytni verði ekki ógnað. Samhliða vexti greinarinnar þarf að tryggja nauðsynlegar rannsóknir og eðlilega vöktun áhrif á lífríkið. Eftir því sem fiskeldinu vex fiskur hrygg þarf að ræða framtíðarfyrirkomulag gjaldtöku vegna leyfisveitinga. Tilvitnun lýkur. Frumvarpið byggir að stærstum hluta á tillögum starfshóps stefnumótun í fiskeldi sem fram koma í skýrslu starfshópsins til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra frá því í ágúst á árinu 2017. Jafnframt nokkrum ákvæðum laga fiskeldi breytt eða þau felld brott í samræmi við ákvæði lögbundna endurskoðun laganna. Markmið með þessara lagasetningar að styrkja lagaumgjörð fiskeldis þannig að íslensku fiskeldi séu sköpuð bestu möguleg skilyrði til uppbyggingar og fiskeldi verði þannig sterk og öflug atvinnugrein jafnframt því að stuðla að ábyrgu fiskeldi þar sem sjálfbær þróun og vernd lífríkisins höfð að leiðarljósi á grundvelli vísinda og rannsókna. Mikilvægt við umræðu þetta mál að átta sig á núverandi stöðu fiskeldis hér á landi. Í skýrslu fyrrnefnds starfshóps meðal annars vísað til aðgangs að ferskvatni og borholusjó sem dæmi þá styrkleika sem að greinin býr yfir, auk ósnortinnar og óspilltrar náttúru. Þá væru hér engar hömlur á erlenda fjárfestingu og strangar kröfur væru gerðar til rekstraraðila. Sem dæmi veikleika fiskeldis hér á landi nefnir starfshópurinn skort á rannsóknum í íslensku fiskeldi, veika innviði, tímafrekt leyfisveitingaferli og fjarlægð frá helstu mörkuðum. Það von mín að með þessari lagasetningu verði náð meiri sátt uppbyggingu fiskeldisins þannig að það geti vaxið eðlilega í sátt við helstu hagsmunaaðila og ekki síst að ímynd íslensk fiskeldis verði umhverfisvæn sem aftur skapi sérstöðu íslenskra fiskeldisafurða á markaði. Það stefna stjórnvalda að gæta ýtrustu varúðar við uppbyggingu fiskeldis og byggja ákvarðanir sínar framþróun fiskeldis á ráðgjöf vísindamanna. Það nauðsynlegt fyrsta skref við framkvæmd þessara stefnu að lögfesta áhættumat erfðablöndunar og endurskoðun þess. Frumvarpið gerir þannig ráð fyrir að Hafrannsóknastofnun gefi út áhættumat erfðablöndunar sem verði lagt til grundvallar leyfilegu magni af frjóum eldislaxi í sjókvíum á hverjum tíma. Matvælastofnun verður síðan skylt að breyta ákvæðum rekstrarleyfa í samræmi við útgefið áhættumat Hafrannsóknastofnunar. Mikilvægt að koma megi í veg fyrir möguleg skaðleg áhrif erfðablöndunar eldisfisks við villta laxastofna og því nauðsynlegt að rekstrarleyfi endurspegli leyfilegt magn frjórra laxa í eldi þar sem hætta á erfðablöndun. Jafnframt lagt til í frumvarpinu að áhættumati verði endurskoðað reglulega af Hafrannsóknastofnun þannig að byggt verði á nýjustu niðurstöðum rannsókna og vöktunar á mögulegri erfðablöndun eldislaxa við villta stofna. Vegna þessarar áherslu stjórnvalda á rannsóknir og vöktun lífríkisins gerir frumvarpið einnig ráð fyrir sérstakri heimild Hafrannsóknastofnunar til að stunda tímabundnar rannsóknir á fiskeldi í fiskveiðilandhelgi Íslands, stofnunin ein eða þá í samstarfi við aðra. Slík heimild á að auðvelda og greiða fyrir nauðsynlegum rannsóknum vegna fiskeldis og þá sérstaklega
eldistilraunum vegna sjókvíaeldis. Vegna niðurstaðna áhættumats erfðablöndunar getur komið til þess að gefin verði út rekstrarleyfi fyrir ófrjóan eldisfisk í umtalsverðu magni. Í frumvarpinu endurspeglast þá vilji stjórnvalda að rekstrarleyfishafi nýti heimildir sínar til eldis á ófrjóum eldisfiski. Þannig er gert ráð fyrir að eldi á ófrjóum eldisfiski verði undanþegið árgjald í umhverfissjóð sjókvíaeldis og hér er tímabundna undanþágu að ræða sem gildir og ætlað er að gilda til ársloka ársins 2025. Markmið ákvæðisins er að hvetja til eldis ófrjórra laxa. Jafnframt er í frumvarpinu sérstakt ákvæði sem felur í sér að heimildir til eldis á ófrjóum laxi falli niður eftir tilteknum reglum ef þær eru ekki nýttar. Falli slík framleiðsluheimild niður er gert ráð fyrir úthlutun hennar að nýju til áhugasamra eldisaðila í samræmi við nýjar leyfisveitingareglur. Stjórnvöld leggja sérstaka áherslu á rannsóknir á eldi ófrjórra laxa sem getur komið í stað eldis með frjóum eldisstofni. Sama á við eldi með lokuðum eldisbúnaði í sjó í stað hefðbundinna sjókvía. Ég hef þannig ákveðið að láta fara fram úttekt á hagkvæmni þess að nota ófrjóan lax og lokaðan eldisbúnað í eldi hérlendis. Það er von mín að með slíkri úttekt verði hægt að nota þessar eldisaðferðir í meira mæli í framtíðinni og þá leið draga smám saman úr notkun á frjóum eldisfiski í sjókvíum. Ég geri ráð fyrir að þessari úttekt verði lokið fyrir 1. desember árið 2019 með tillögum mögulegar aðgerðir í þessa veru. Núverandi lagaumhverfi vegna leyfisveitinga býður upp á kapphlaup umsækjenda eldissvæði þar sem fiskeldisfyrirtæki velja sér svæði. Þetta kapphlaup getur leitt af sér ágreining milli umsækjenda varðandi afmörkun eldissvæða og ósamræmi við aðra nýtingu í viðkomandi fjörðum. Jafnframt er ekki tryggt að heildarnýting svæðanna sé sem hagkvæmust. Í ljósi þessa eru lagðar til breytingar á núverandi fyrirkomulagi leyfisveitinga. Þannig er lagt til að eldissvæðum verði skipt upp snemma í leyfisveitingaferlinu eftir ítarlegt umsagnarferli. Hafrannsóknastofnun mun þannig skipta upp þeim hafsvæðum sem eftir er að burðarþolsmeta í hentugu eldissvæði með hagkvæmasta nýtingu í huga. Frumvarpið gerir síðan ráð fyrir að þessum eldissvæðum verði úthlutað með opinberri auglýsingu og á grundvelli hagstæðasta tilboðs. Lagt er til að við mat á hagstæðasta tilboði komi meðal annars til skoðunar reynsla af fiskeldisstarfsemi, samfélagsleg ábyrgð, fjárhagslegur styrkur og mælikvarðar sem mæla hvernig tilboðsgjafi hefur stundað sinn rekstur og upplýsingar það hvernig tilboðsgjafi hyggst starfa meðal annars út frá umhverfissjónarmiðum. Gert er ráð fyrir að tilboðsgjafi greiði tiltekið verð fyrir þessi leyfi og þau verði ótímabundin. Til samanburðar eru núverandi rekstrarleyfi gefin út til 10 ára í senn en rekstrarleyfishafi greiðir ekkert fyrir slíkt leyfi samkvæmt núgildandi löggjöf. Þá má geta þess að í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið er nú unnið að frumvarpi til laga auðlindagjald í fiskeldi en byggt er á tillögu starfshóps stefnumótun í fiskeldi við útfærslu gjaldsins. Í frumvarpinu er lagt til að tekið verði upp í lög nr. 71 frá árinu 2008 fiskeldi sérstakt ákvæði sem fjallar innra eftirlit fiskeldisstöðva. Þannig eru kröfur innra eftirlit gerðar skýrari. Með nýju almennu lagaákvæði innra eftirlit er Matvælastofnun heimilað að draga úr tíðni eftirlitsheimsókna hjá rekstrarleyfishöfum. Með þessu ákvæði er kominn vísir að áhættumiðuðu eftirliti með fiskeldi sem þýðir að fiskeldisfyrirtæki sem hafa sinn rekstur í lagi og starfa í samræmi við kröfur laga og stjórnvaldsfyrirmæla fá færri eftirlitsheimsóknir en þau sem ekki uppfylla kröfurnar. Að auki verður heimilað að leggja á rekstrarleyfishafa stjórnvaldssektir ef brotið er gegn ákvæði innra eftirlit, sannprófun þess og framkvæmd úrbóta. Vegna mikilvægis eftirlits með laxalús gerir frumvarpið ráð fyrir að innra eftirlit með sjókvíaeldi feli í sér vöktun á viðkomu laxalúsar í eldinu. Niðurstöður vöktunar skulu sendar Matvælastofnun sem metur hvort og þá hvaða aðgerða er þörf vegna laxalúsar í viðkomandi fiskeldi. Niðurstöður vöktunarinnar skal jafnframt birta opinberlega. Einnig er lagt til að sett verði skýr reglugerðarheimild í lög nr. 60 frá árinu 2006
varnir gegn fisksjúkdómum, vöktun og aðgerðir vegna laxalúsar. Þannig verður hægt að kveða á skyldu rekstraraðila til að telja laxalús við tilteknar aðstæður og bregðast við fjölgun lúsarinnar ef upp koma aðstæður sem kalla á slík viðbrögð, en mikilvægt að stjórnvöld bregðist hratt við ef þörf á sérstökum aðgerðum vegna þessarar óværu. Frumvarpið gerir ráð fyrir að upplýsingagjöf fiskeldisfyrirtækja til stjórnvalda verði umfangsmeiri og tíðari en nú er. Rökin fyrir auknum kröfum upplýsingar eru þau að stjórnvöld þurfa að fylgjast með framleiðslumagni, þróun á nýtingu leyfa og hámarki leyfilegrar framleiðslu á tilteknu svæði vegna eftirlits og ekki síst stefnumótunar greinarinnar. Gert er ráð fyrir að stjórnvöld fái heimild til að birta opinberlega tilteknar upplýsingar úr rekstri fyrirtækja og niðurstöður eftirlits, meðal annars með rafrænum hætti. Jafnframt verður stjórnvöldum heimilt að birta opinberlega ákvarðanir þvingunaraðgerðir og viðurlög. Markmiðið með þessu öllu saman er að auka gegnsæi í starfsemi fiskeldisfyrirtækjanna og með þessum lagabreytingum er verið að veita almenningi upplýsingar það hvernig einstök fyrirtæki uppfylla kröfur laga og stjórnvaldsfyrirmæla. Birting upplýsinga úr eftirliti og möguleg viðurlög veita þannig fyrirtækjum aðhald og eykur varnaðaráhrif löggjafarinnar. Í frumvarpinu er það nýmæli að Matvælastofnun skal auglýsa tillögu sína að rekstrarleyfi til fiskeldisfyrirtækja. Matvælastofnun hefur hingað til ekki auglýst tillögu að rekstrarleyfi en núverandi fyrirkomulag við útgáfu leyfisins hefur verið gagnrýnt. Telja verður rétt að gefa almenningi, frjálsum félagasamtökum og þeim sem hafa hagsmuna að gæta, beint eða óbeint, tækifæri til athugasemda eða ábendinga varðandi útgáfu leyfisins og skilmála þess. Matvælastofnun getur þannig tekið afstöðu til þessara athugasemda og ábendinga áður en hún gefur rekstrarleyfið út. Jafnframt er það áréttað að stofnunin skuli auglýsa útgáfu rekstrarleyfis. Þetta fyrirkomulag er í samræmi við gildandi ákvæði laga hollustuhætti og mengunarvarnir. Það er gert ráð fyrir því að Matvælastofnun fái heimild til að leggja stjórnvaldssektir á fiskeldisfyrirtæki sem brjóta gegn tilteknum ákvæðum laga fiskeldið. Gildandi stjórnsýsluviðurlögum í lögum fiskeldi verður einungis beitt vegna ítrekaðra og mjög alvarlegra brota á lögum og þjóna því illa tilgangi sínum. Með tilkomu ákvæðis stjórnvaldssektir er mögulegt að haga sektum í samræmi við fjárhagslegan ávinning brotsins og þannig beita úrræðum sem hafa veruleg varnaðaráhrif gagnvart þeim aðilum sem bera þar að lögum. Frumvarpið gerir ráð fyrir að starfsemi fiskeldisstöðva verði eins og áður háð starfsleyfi sem Umhverfisstofnun gefur út og hefur eftirlit með. Í tillögum starfshóps stefnumótun í fiskeldi var gert ráð fyrir tilkynningaskyldu til Umhverfisstofnunar en Umhverfisstofnun myndi hætta útgáfu starfsleyfa. Þessi breyting frá tillögum starfshópsins var gerð að höfðu samráði við umhverfis- og auðlindaráðherra. Það er von mín að þrátt fyrir þetta frávik frá tillögum starfshópsins og þeirri sátt sem þar var gerð verði samstaða efni þessa frumvarps. Ég vil í því sambandi ítreka að eitt meginmarkmið með þessari lagasetningu er að náð verði meiri sátt uppbyggingu fiskeldisins milli helstu hagsmunaaðila þannig að fiskeldið geti vaxið eðlilega. Virðulegi forseti, ég hef einungis tíundað nokkur af helstu efnisatriðum þessa frumvarps. Ég vil að öðru leyti vísa til greinargerðar þess en þar er ítarlega fjallað og gerð grein fyrir efni frumvarpsins. Það er trú mín að verði þetta frumvarp að lögum muni áhrif stjórnvalda á framtíðaruppbyggingu fiskeldis aukast. Það mun leiða til þess að við getum tekið markvissari ákvarðanir framtíðaruppbyggingu fiskeldis hér á landi og þannig verði meiri skilningur og meiri sátt uppbyggingu greinarinnar undir ströngum kröfum umhverfisins. Áhrifin verða líka þau að gerðar verða auknar kröfur gagnvart rekstrarleyfishöfum með takmörkunum á eldi frjórra laxa og með auknu og skilvirkari eftirliti. Með auknu gegnsæi í rekstri fiskeldisfyrirtækja og skýrum viðurlögum geri ég einnig ráð fyrir auknum varnaðaráhrifum þessarar löggjafar. Ég sagði í upphafi máls míns að það væri markmið þessarar lagasetningar að styrkja lagaumgjörð fiskeldis þannig að íslensku fiskeldi verði sköpuð bestu skilyrði til uppbyggingar
þannig að það verði sterk og öflug atvinnugrein hér á landi. Ef slík uppbygging fiskeldis gengur eftir má gera ráð fyrir jákvæðum áhrifum á byggðarlög. Hér að sjálfsögðu helst horft til fjölgunar starfa en með auknum umsvifum fiskeldisins munu tekjur sveitarfélaga og ríkisins af fiskeldinu einnig aukast. Samhliða uppbyggingu fiskeldis munu kröfur innviðauppbyggingu og þjónustu í viðkomandi sveitarfélögum aukast. Þannig má gera ráð fyrir auknum útgjöldum ef efla þarf samfélagsþjónustu við íbúa og bæta samgöngur. Í því sambandi rétt að ítreka að í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu unnið að frumvarpi til laga auðlindagjald í fiskeldi. Þar verður lagt til að rekstrarleyfishafar sem stunda fiskeldi í sjókvíum greiði auðlindagjald. Ekki er gert ráð fyrir að fiskeldi sem stundað á landi greiði slíkt gjald. Þannig byggt á því að auðlindagjald verði lagt á öll eldisfyrirtæki sem nýta sameiginlega auðlind til starfseminnar. Gengið út frá því að stærstu hluti auðlindagjaldsins renni til uppbyggingar innviða á þeim svæðum sem nýtast við uppbyggingu fiskeldisins. Hér horft til uppbyggingar samfélagslegrar þjónustu og samgangna á svæðum sem hafa aðkomu að eldi í sjókvíum. Jafnframt hefur verið horft til þess að hluta auðlindagjalds verði ráðstafað sem framlagi til umhverfissjóðs sjókvíaeldis, meðal annars til þess að efla vöktun og rannsóknir í fiskeldi. Virðulegi forseti, í lokinni þessari umræðu legg ég til að frumvarpinu verði vísað til 2. umræðu og háttvirtrar atvinnuveganefndar. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og ræðutími því styttur í 1 mínútu í síðari umferð. Fyrst veitir andsvar hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti. Ég vil þakka hæstv. Sjávarútvegsráðherra framkomið frumvarp og það vonandi að það fái góða umfjöllun og gagnlega umfjöllun og afgreiðslu hér. Hér komið frumvarp til laga breytingu á ýmsum lagaákvæðum sem tengist fiskeldi. Grunnurinn að þessu öllu saman áhættumatið sem skiptir miklu máli til þess að grunnur undir leyfi og öðru slíku. Það skiptir því máli að áhættumatið sé opið og í stöðugri þróun. Fiskeldisfyrirtækin eru tilbúin að vinna með vísindamönnum á ásættanlegum lausnum enda verða þau alltaf að vera á vaktinni. Og því mikilvægt að Hafrannsóknastofnun vinni út frá því að uppfæra áhættumatið leið og fyrirtækin telji sig hafa lausnir sem miða betri lausnum. En það sem ég vildi fá að spyrja hæstv. ráðherra að í aflaráðgjöf í botnfiski kemur Hafrannsóknastofnun með ráðgjöf til ráðherra sem kallar eftir umsögnum og gefur svo út endilega ákvörðun sjálfur. En hér virðist vera gert ráð fyrir að Hafrannsóknastofnun hafi síðasta orðið. Það væri æskilegt að áhættumatið sé ekki lokað inn í ósveigjanlegu kerfi og vil ég því spyrja hæstv. ráðherra hvort ekki verið tryggt að ekki verið hægt að hafa svipað ferli í þessu eins og í aflaráðgjöfinni til dæmis. Takk. Þá svarar andsvari hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrirspurnina. Það alveg rétt að hér verið að gera þá grundvallar breytingu, ef svo mætti að orði komast, á starfsemi fiskeldisfyrirtækja og að því sem snýr að eldi í íslenskum sjó. Það verið að lögleiða ákveðið tæki sem áhættumatið til þess að reyna að tryggja það að villtir laxastofnar og eldisfiskur blandist ekki úr hófi. Hvoru tveggja við þetta mat sem að Hafrannsóknastofnun ætlað að vinna eins og sömuleiðis stofnstærðarmatið í botnfiski eða uppsjávarfiski erum við að byggja á vísindalegri ráðgjöf og rannsóknum og það skal alveg viðurkennt að við erum ekki komin ýkja langt á sviði fiskeldisins og það kann vel að vera meðan við erum að þreifa okkur áfram í þessum nýja veruleika þá þurfum við að vinna það kannski með einhverjum öðrum hætti, örari endurskoðun og svo framvegis en að ráðherra taki fram fyrir hendurnar á vísindastarfinu
Það eru vissulega heimildir fyrir slíku, en slík ákvörðun ráðherra þarf þá að vera alla rækilega rökstudd og byggja þá á einhverjum öðrum vísindalegum niðurstöðum eða rannsóknum sem ekki hafa komið fram í þeirri vinnu sem í þessu tilfelli Hafrannsóknastofnuninni væri ætlað að sinna. Og ég satt að segja hef ekki nokkra aðstöðu til að ætla annað en að Hafrannsóknastofnun eins og fleiri stofnanir hins opinbera gerir nokkuð annað en að vinna á grundvelli bestu fáanlegrar þekkingar hverju sinni. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir. Já, virðulegi forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir svarið og ég get alveg verið sammála með því að við þurfum að fara mestu varúð í þessum efnum og við teljum öll að við getum verið sammála það að vísindin og regluverkin þau eru mikilvæg og vöxtur og viðgangur eldisins náttúrulega má alls ekki vera á kostnað náttúrunnar eða villta laxastofnsins. Heldur eigum við náttúrulega að bera virðingu fyrir okkar helstu vísindamönnum, en það er bara þessi hræðsla sem kemur og hefur verið svolítið það að það lokist inn í einhverju ósveigjanlegu kerfi. Við þurfum bara að vera vakandi yfir því og ég ætla bara að undirstrika það, en takk fyrir. Þá svarar andsvari síðara sinni hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Já, virðulegi forseti, ég held að það sé full ástæða til þess að vera á varðbergi gagnvart þessu, ekki síst líka þegar við erum eins og ég nefndi hér áðan í mínu fyrra andsvari, að þreifa okkur inn í nýjan veruleika. Meðal annars af þeim ástæðum þá hef ég ákveðið að efna til fundar í Bolungarvík á þriðjudagskvöldi kemur með Hafrannsóknastofnun og óskað eftir því við stofnun að hún færi út á svæði til þess að kynna áherslurnar varðandi sérstaklega áhættumat og hennar vinnu í þessum efnum, því að ég hef orðið var við það í mínu starfi að það ber töluvert mikið á misskilningi og raunar vanþekkingu á því út á hvað þetta tæki gengur. Og ég held að það sé langbest þá í þeirri stöðu að efna til fundar með viðkomandi sérfræðingum og stofnunni úti á akrinum og efna þar til samtals við fólk og fyrirtæki sem hafa mikinn áhuga á því eðlilega og skiljanlega og með stuðningi að byggja upp atvinnustarfsemi á sínu heimasvæði. Þá veitir andsvar hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti, ég fagna því að hér er verið að leggja fram frumvarp og mæla fyrir frumvarpi breytingu á ýmsum lagaákvæðum sem tengjast fiskeldi, sem hafa það meðal annars að markmiði að tryggja það að atvinnugreinin byggist upp og þróist í sátt við umhverfið. Enda hefur það sýnt sig að það er mikilvægt að auka traust og sátt í kringum þessa uppbyggingu til þess að tryggja sjálfbærni. En það er tvennt sem mig langar að spyrja í þessu sambandi. Annars vegar að rekstrarleyfi verði nú ótímabundin eða kannski bara fá frekari skýringar á því hjá ráðherranum á munum á ótímabundnu leyfunum og svo leyfunum sem eru til 16 ára og rauninni hvaða skilyrði fyrirtækin þurfa þá að uppfylla til þess að halda að leyfunum. Getur fyrirtæki sem ekki er að fullnýta leyfi haldið rekstrarleyfi eða haldið ákveðnu svæði og annað í því sambandi. Hins vegar vil ég spyrja hvort að það felist í frumvarpinu einhver breyting á tilhögun eftirlits, því eitt af því sem að hefur valdið töluverðri tortryggni er það að eftirlitsmenn eru oft á tíðum staðsettir fjarri fyrirtækjunum sem stunda leyfin og þá er ekki ekki endilega daglegu umferð en ekki þetta nær eftirlit að ræða sem að skiptir oft miklu máli að bara vera vakandi fyrir ákveðnum ummerkjum í umhverfinu. Á
án þess að það sé verið að gera sérstakar heimsóknir yfir sem að kannski kosta hundruð kílómetra í akstri. Þá svarar andsvari hæstvirtur landbúnaðar- og sjávarútvegsráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, ég þakka þingmanninum fyrirspurnina. Fyrst varðandi rekstrarleyfin og af hverju, eða rökin fyrir því af hverju er verið að lengja í tímanum eða gera þetta ótímabundið. Það hangir saman við það sem boðað er í frumvarpinu að nú verði farið að taka gjald fyrir þau leyfi sem menn að sækjast eftir að fá til að nýta og ala upp fisk í íslenskum sjó eða íslensku vatni. Fram til þessa hefur tíminn verið knappur, annars vegar 10 ár, ef ég man rétt, í starfsleyfum og hins vegar 16 ár í rekstrarleyfum. Ætlunin er núna að samræma þetta og hefja síðan gjaldtöku og þá er þetta bara, við vitum ekkert hversu lengi þetta fyrirtæki vill byggja sig upp eða vera lengi að störfum, en gjaldtakan mun taka mið af því að þetta er ótímabundnir leyfin sem að þarna eru gefin út. Þetta frumvarp erum við að hefja undirbúning að smíða og getum vonandi komið fram með í haust. Spurt var það hvort að fyrirtækin eru að fullnýta. Það eru forsendur fyrir útgáfu leyfanna sem ganga út frá því að ef að þau nýti ekki leyfin til fulls þá verða heimildir teknar og boðnar öðrum til nýtingar. Þannig að það er ekki hugsunin í þessu að menn geti setið á leyfi og bara eins lengi og þeim dettur í hug eins og fyrirkomulagið er í dag. Eftirlitið höfum verið að styrkja. Ég kem kannski að því í mínu síðara andsvari. Það er full þörf á því að styrkja eftirlitið. Það er verið að skipta því upp núna í frumvarpinu á milli Umhverfisstofnunar og Matvælastofnunar, sem Matvælastofnun hafði áður eftirlit með umhverfisþáttum sem er miklu betur fyrir komið bara hjá Umhverfisstofnunar. Hún hafi eftirlit með þeim þætti máls. Hvort okkur auðnast að koma þessu betur út á svæðin, það verður bara tíminn að leiða í ljós, en það er hins vegar algjör forsenda í þessu frumvarpi að eftirlitskerfi með þessari atvinnustarfsemi verður styrkt til muna. Þá veitir andsvar að síðara sinni háttvirtur 9. þingmaður Norðausturkjördæmis Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra svarið og fagna því að það eigi að styrkja eftirlitið, af því ég held að það sé mjög mikilvægur þáttur í að byggja upp traust og sátt og einmitt skiptir máli að það komi bæði Umhverfisstofnun og Matvælastofnun að því. En síðan hefur einnig verið, eða það hafa komið fram hugmyndir það hvort að önnur hvor þessara stofnana eða báðar gætu samið við heilbrigðiseftirlit sveitarfélaganna á viðkomandi svæði að sinna ákveðnum þáttum í eftirlitinu sem að þarf að kannski jafnvel að sinna oftar en það sem að hægt er að sinna langan veg. En auðvitað er svo annar möguleiki að eftirlitsmenn búi á nærsvæðum fiskeldisins. Þá svarar andsvari í síðara sinn hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, varðandi eftirlitsþáttinn þá er það helst að segja að það kemur alveg til greina ef að það er kostur að einfalda það og styrkja í rauninni á heimasvæði ef að sá möguleiki fyrir hendi. Ég bendi hins vegar á það varðandi þá þætti sem settir hafa verið upp varðandi fiskeldi að það er mjög sérhæft eftirlit á sumum sviðum sem kann að vera ill framkvæmanlegt að útvista eins og sagt er frá viðkomandi stofnunum, en ekki skal ég loka á þetta, alls ekki, það er langur vegur frá. Ég er fylgjandi því að styrkja heilbrigðiseftirlitið sem mest í nærsvæði. Ef ég man rétt þá er þetta atriði rætt að hluta til inn í frumvarpi Matvælastofnun, þar sem að við opnum á samstarf hennar og heilbrigðisnefnda sveitarfélaga, sem að ég tel raunar að þurfi að taka til mjög alvarlegrar umræðu og með það að markmiði að sameina þetta eftirlit
sem er sameiginlegt Matvælastofnuninni og heilbrigðisnefndum viðkomandi sveitarfélaga. Það er bráðnauðsynlegt að fara að gera gangskör að því að taka það í nefið eins og sagt er. Að lokum veitir andsvar við ræðu hæstv. Ráðherra 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Já, hæstv. Forseti. Ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir að leggja þetta frumvarp fram og hans tölu í þessu máli. Það hefur verið fróðlegt að fylgjast með þróun laxeldis undanfarin ár og áratugi. Ég hef átt þess kost að heimsækja laxeldisstöðvar fyrir vestan og það er gríðarlega gaman að sjá hvað tækninni hefur fleygt mikið fram og hvað þetta er að efla mikið byggðir eins og á Vestfjörðum og sem að hafa í mörg ár átt undir högg að sækja hvað atvinnu og afkomu varðar. En í þessu frumvarpi eru, eins og hefur komið fram, breyting á ýmsum lögum og ég hef verið að reyna að ná utan um það, hvað það snýst. Það kom hérna fram eins og með áhættumat og með úrgang frá búrum eða sem kallað er áseta, hvernig ég átta mig ekki alveg á því hvernig þær reglur eru. Það hefur heyrst að því sé ekki alveg framfylgt eins og á þeim stöðum þar sem fiskeldi hefur verið, hvernig umgengnin svæðin eru. Því allt þetta að vera eins og kom fram í ræðu ráðherrans í sátt við bæði umhverfið og það sem máli snýst um. Langar að spyrja ráðherrann og eins kom hann inn á ráðherrann með auðlindagjald, hvernig auðlindagjald er þá hugsað í hvernig formi það væri tekið, er það eitthvað svipað í sjávarútvegsauðlindinni og eins með að því hann kom inn á með laxalús, er komin einhver aðferð til að halda henni niðri? Þá svarar andsvari hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrirspurnina. Ég kann ekkert aðferðir til þess að halda í laxalúsina. Þetta er lítið kvikindi og mjög vandmeðfarið en fjölgar sér mjög hratt. Það er hins vegar augljóst og alls staðar þar sem laxeldið er sett af stað í sjókvíum að þessi óværa sprettur upp í tengslum við það og skapar vandræði og vandkvæði og ber að umgangast með fyllstu varúð. Norðmenn hafa lent í mjög miklum vandræðum með þetta. Það er örugglega hægt að þreifa sig áfram í átt til lausnar á því og þar er mjög mikil þróun í til dæmis lokuðum eldiskerjum og svo framvegis. Ég kann ekki skila því öll, það er langur vegur frá. Ég nefndi það hér auðlindagjaldið. Já, það er í sáttanefndinni eða tillögum þar er þetta reifað sem hugmynd gæti verið 15 krónur per kíló af laxi sem að miða við 67.000 tonna framleiðslu myndi að skila á ári 1 milljarð í gjald. Það eru þær hugmyndir sem að þar voru uppi í þessari umræðu og verður þá svona ákveðin útgangspunktur til að vinna með. Það er rétt sem að kom fram hérna hjá hv. þingmanni að það fylgja þessu ákveðni barnasjúkdómar þegar það er verið að taka svona stór stökk fram á við í því að byggja upp ákveðna atvinnugrein. Bæði eru menn óþolinmóðir eftir því að þetta sé afgreitt og ganga þá misjafnlega Það er mikil eftirspurn eftir því sérstaklega fyrir vestan og austan að þessari atvinnuuppbyggingu verði hraðað sem mest og þetta er allt saman fyllilega skiljanleg sjónarmið en ég ítreka það hér engu að síður að þá stefnumörkun sem kemur fram í þessu frumvarpi að umgengnin við hinn villta stofn og villtu stofn okkar hún verður sett í öndvegi þegar við erum að grípa til aðgerða gagnvart uppbyggingu þessa atvinnuvegar og ég tel að þetta tvennt geti farið mjög vel saman.
veitir andsvar í síðara sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Já, hæstv. Forseti, ég þakka ráðherranum fyrir þetta svar. Ég spurði nú kannski laxalúsina vegna þess á fund atvinnuveganefndar kom daginn gestir sem voru með nýja gerðir af kvíum, það sem dælt sjó að og mynda hringrás í kvíunum þannig að lúsin nær ekki að þrífast. Þannig að ég var svona með svolítið kvíðlislega spurningu. En eins gleður mig að heyra þetta með auðlindagjaldið og hugmyndin sé sú að það renni þá til innviða á heimasvæðinu, allavega hluta til. Nú og svo var spurning erfðablöndun eða sem sagt og þessar tilraunir sem gladdi mig líka að heyra með ófrjóan lax. Ég hef oft velt því fyrir mér akkur það sé ekki löngu komin af stað sú tilraunastarfsemi og sú umræða hefur ekki farið mikið fram. Og það gleður mig að heyra það að ráðherra hyggst beita sér fyrir því. Og vonandi gengur það bara vel því að auðvitað má ekki hætta á því að villtur lax blandist eldislax. Þá svarar andsvari síðara sinni hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Já, varðandi geldlaxina þá ástæðan fyrir því að það ekki komið lengra, þá hafa bara tilraunir með það gengið fremur illa. Hjá Norðmönnum, við höfum ekki gert tilraunir með þetta sjálf hér en það er einboðið að fylgjast vendilega með þessu og taka stöðu í því ef að færi gefast og ég hef ákveðið að ýta undir það og það eru full færi til þess og nýta þá umhverfissjóð sjókvíaeldis í þeim tilgangi að ýta undir rannsóknir og styðja rannsóknir í þessa veru ásamt því að styðja þá líka þætti sem að geta snúið að lokuðum eldiskerfum sem meðal annars koma í veg fyrir þetta lúsafár sem að allir vilja í rauninni losna við. Þannig að það er margt að gerast í þessu, framþróunin er hröð og það er full ástæða til bjartsýni í mínum huga fyrir því að hvorutveggja geti gengið saman, bæði atvinnuuppbyggingin og vernd hins lífræna fjölbreytileika. Þetta hvorutveggja á alveg að geta gengið saman ef við vöndum okkur og tökum hæg og örugg skref. Fleiri hafa ekki hvasst til hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til annarrar umræðu og atvinnuveganefndar ef enginn hreyfir andmælum. Og er það samþykkt. Tekið fyrir 20. dagskrármálið, stjórn fiskveiða, strandveiðar, frumvarp 429, mál, þingskjal 612, fyrsta umræða. Til máls tekur framsögumaður, formaður atvinnuveganefndar, hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, herra forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum um stjórn fiskveiða, nr. 116/2006, strandveiðar, og máli flytur atvinnuveganefnd. Og ég ætla að fara hérna aðeins yfir frumvarpið, en það hljóðar svo: við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða sem orðist svo: þrátt fyrir ákvæði 2. málsgreinar 6. greinar A skal ráðherra til 31. ágúst 2018 takmarka strandveiðar við 12 veiðidaga fyrir hvert skip innan hvers mánaðar, mánuðina maí, júní, júlí og ágúst. Fiskistofa getur með auglýsingu í Stjórnartíðindum stöðvað strandveiðar þegar sýnt er að heildarafli strandveiðibáta fari umfram það magn sem ráðstafað er til strandveiða samkvæmt reglugerð nr. 607/2017 veiðar í atvinnuskyni fiskveiðiárið 2017/18. Heimilt er hverju strandveiðiskipi að landa ufsa sem VFS-afla og telst sá afli ekki til hámarksafla samkvæmt 5. tölulið 5. málsgreinar 6. greinar A. Og 2. grein hljóðar svo: lög þessi öðlast þegar gildi og gilda til og með 31. ágúst 2018.
Greinargerðin við þetta frumvarp er svohljóðandi. Frumvarp þetta er lagt fram af atvinnuveganefnd með stuðningi áheyrnarfulltrúa í nefndinni. Strandveiðar hafa verið stundar frá því í júní 2009. Veiðarnar hafa gengið vel og reynst heilladrjúg nýbreytni innan stjórnkerfis fiskveiða. Frá árinu 2010 hafa að meðaltali 674 bátar stundað strandveiðar ár hvert. Í frumvarpi þessu er lagt til að útgerðum strandveiðibáta verði heimild til veiða í 12 daga á hverjum strandveiðimánuði. Afli strandveiðibáta er í flestum tilfellum seldur á fiskmarkað. Á síðari árum hefur afli og aflameðferð verið til mikilla fyrirmyndar sem marka má að því að afli strandveiðibáta hefur komið í veg fyrir skort á ferskum fiski til útflutnings á þeim tíma sem þær eru stundaðar og minna úthald stærri skipa og báta vegna sumarleyfa. Fiskur strandveiðibáta hefur reynst góður og hefur því reynst verðmæt útflutningsvara. Þá hafa strandveiðarnar falið í sér möguleika til fiskveiði í atvinnuskyni án þess að greiða þurfi aflahlutdeildarhöfum gjald fyrir veiðiheimildir. Þannig hafa strandveiðar verið mikilvægur þáttur í því að koma til móts við sjónarmið þeirra sem telja að þörf sé breytinga á fiskveiðistjórnarkerfinu í þá veru að tryggja almenningi ríkari hlutdeild í veiðum. Breytingin sem hér er lögð til felur einnig í sér aðgerð til að auka öryggi sjómanna á strandveiðibátum. Sá ágalli hefur verið á gildandi fyrirkomulagi að veiðarnar hafa verið það sem kallað er ólympískar, sem birtist í því að sjómenn hafa keppst að ná þeim afla sem heimild er á skemmstum tíma áður en aflaheimildin yrði uppurinn. Þetta hefur leitt til þess að stundum hafa menn róið á minni bátum, þótt ekki viðræði til þess og fylgir því að sjálfsögðu mikil slysahætta. Með þeirri breytingu sem hér er lögð til ætti að draga mjög úr hvata til ólympískra sóknar og þar með slysahættu. Gjald vegna strandveiða er hærra en annarra útgerðarflokka. Veiðarnar eru skilgreindar sem sérveiðar og greiðir hver aðili því árlega fyrir veiðileyfi. Samhliða því gjaldi eru greiddar 50.000 krónur sem úthlutað er til hafna landsins í réttu hlutfalli við landaðan afla. Miðað við 15,7 tonna þorskafla sem var meðalafli hvers báts á síðasta ári eru þessi gjöld fjórðungi hærri en hjá bátum með aflamark. Dæmið lítur þannig út og svo er vísað í dæmi hér að neðan. Auk fyrrnefndra gjalda bætist við fjölmörg önnur gjöld, til dæmis veiðigjald, sambærileg við það sem greitt eru vegna veiða annarra báta. Má þar nefna aflagjald, sölugjald fyrir afla, ísgjald, karalega, sorpgjald, löndunarkranagjald, umsýslugjald, fiskmarkaða, skoðunargjöld, báta, björgunarbáta, lyfjakistu, svo dæmi séu tekin og þykir mörgum nóg. Markmið frumvarpsins er að bæta umhverfi strandveiða og hverfa frá innbyggðum þætti þess sem skapar aukna áhættu til veiða. Horfið verður frá því að loka svæðum í hverju mánuði þegar ætluðu veiðimagn er náð. Uppsöfnuð spenna eins og myndast í hverju mánuði yrði eitt. Sem dæmi má nefna að í ágúst 2016 var aðeins heimilt að stunda veiðar í örfáa daga á hverju veiðisvæði og er hér vísað í mynd og grafík þar að lútandi. Frá árinu 2011 hefur þorskafli í strandveiðum ekki fylgt aukningu heildarafla. Alls vantar 7.968 tonn þar upp á og þar er vísað hér í töflu þar að lútandi. Með frumvarpinu er lagt til að í stað þessa fyrirkomulags sem verið hefur verði heimilt að stunda veiðar í 12 daga í hverju mánuði. Áfram verði óheimilt að stunda veiðar föstudaga, laugardaga og sunnudaga til róðra ásamt tilteknum rauðum dögum eins og nú gildir strandveiðar. Frumvarpið felur í sér breytingu hvað varðar val daga og hvað varðar veiðar á ufsa. Sú breyting sem felst í frumvarpinu á aðeins við strandveiðitímabilið sem hefst 2. maí næstkomandi. Ekki þykir rétt að hafa 12 daga val ótímabundið þar sem óvissa er hversu mikið strandveiðibátar veiða með þessu breytta fyrirkomulagi. Með tilvísun í framangreint er breytingin sanngjörn bæði hvað það varðar að strandveiðar hafa setið eftir í aflaaukningu frá árinu 2011 og
tilkostnaði við veiðarnar. Þá breytingunni einnig ætlað að gera veiðarnar eftirsóknarverðari og auka áhuga yngri kynslóðarinnar, karla og kvenna og stunda sjómennsku með því að hefja útgerð. Breytingin sérstaklega valin nú með tilliti til þess að óveruleg hætta á að nýtingarstefnu þorskins sem stjórnvöld hafa sett og framfylgt með aflareglu gangi ekki eftir. Þannig hljóðar þetta frumvarp og við höfum fengið inn atvinnuveganefnd að það hafa komið margar umsagnir og margar góðar ábendingar og sitt sýnist hverjum eins og gengur. Landssamband smábátaeigenda hefur mælt með þessu frumvarpi og mörg félög hafa lýst mikill ánægju. Önnur félög hafa vissulega lýst því yfir að þau óttist að það verði ekki tryggður nægur afli til þess að halda út allt sumarið, að aflinn sem ætlaður til strandveiða dugi ekki 12 daga í ágúst fyrir alla báta. Og ég skil vel það sjónarmið, en hjá þeim félögum sem hafa haft miklar áhyggjur af því, að þá kemur það líka fram að menn eru sáttir við ef að það yrði tryggt í sumar í þessari tilraun sem gerð verður, að allir bátar fái 12 daga þessa 4 mánuði og þá munu menn styðja þessa tilraun. Og mér finnst mikilvægt að það komi fram því það þetta þá vinnan framundan að sjá til þess að við tryggjum afla til að mæta þessum 12 dögum fyrir alla báta. Og ég vísa til svars sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hér fyrir vetur við spurningu frá háttvirtum varaþingmanni Bjarna Jónssyni, þar sem hann spurði hve mikið magn þyrfti til strandveiða til þess að mæta 16 dögum í mánuði. Og miðað við það svar sem kom þar, að þá hefði þurft fyrir 12 daga í mánuði miðað við síðasta sumar fjölda báta, að þá hefði þurft 10.270 tonn. Nú göngum við út frá því að hafa lágmarki 11.200 tonn í þessum sameiginlega potti, svo það ætti nú að vera borð fyrir báru. En ég legg bara mikla áherslu á það að strandveiðar, þetta 10. sumarið í sumar sem strandveiðar verða stundaðar og það hefur komið bara góð reynsla á strandveiðar. Þar hafa sýnt fram á það að þær hafa haft mikinn árangur í að styrkja stöðu þessara minni sjávarbyggða og skapa atvinnu og skapa gott hráefni á þeim tíma sem ekki til hráefni jafnvel á fiskmörkum fyrir vinnslur í landi. Og fiskvinnslunar hafa verið mjög ánægðar með að fá strandveiðiaflann þegar að kvótabátar hafa verið búnir með sinn kvóta. Að nú komið tími til að skoða, horfa til reynslunar, hvað má betur fara, og þess vegna finnst mér mikilvægt að við alþingismenn og stjórnvöld hér höfum þá kjark til þess að gera þessa tilraun í sumar, taka stöðunni í haust, tryggja öllum 12 daga í hverju mánuði, sama hvar á landinu, og taka svo stöðunni í haust hvernig við viljum sjá öruggt og sveigjanlegt og gott strandveiðifyrirkomulag vera hér til framtíðar. Því að ég efast ekki það að það vilji til þess hér, alveg burtséð frá flokkapólitík, að þessi grein fái að þróast og dafna. Þetta kjarninn í þessum litlu sjávarbyggðum og þarf að vera meðfram öðru. Og auðvitað eru sjónarmið uppi það að það gefa strandveiðar alveg frjálsar og ég persónulega myndi algjörlega styðja það ef að það væri hægt að ná samkomulag það hér á þingi. En við tökum skrefin eitt og eitt og náum samstöðu eins og varðandi þetta mál núna, þverpólitískt, til að gera þessa tilraun, horfum til þeirra umsagna sem koma inn málið og styrkjum það enn frekar. En við þurfum að bregðast líka hratt við ef við ætlum að ná þessari tilraun í sumar, því að tímaglasið að það minnkar í því, því að það hefjast 2. maí og það ekki langur tími til stefnu.
og ég bara hvet þingheim til þess að standa með þessari góðu tilraun. Það fylgir mikill vilji og velvilji gagnvart strandveiðum þessu frumvarpi og öryggismálin í mínum huga það sem hefur rekið mig áfram að tala fyrir þessu, að tryggja mönnum þennan sveigjanleika og fasta daga í hverju mánuði. Því við megum ekki horfa upp á það að menn séu í ólympískum veiðum til þess að reyna að ná því magni á fyrstu dögum hvers mánaðar sem til skiptanna, því að auðvitað eru mismunandi bátar, stærðarflokkar á strandveiðum og þessi minni bátar eru ekki samkeppnishæfir kannski við þessa stærri öflugri báta sem fara á strandveiðar eftir að þeir hafa klárað jafnvel sitt aflamark í apríl. Svo að við þurfum að horfa til þess. Strandveiðarnar voru hugsaðar í upphafi til þess að efla smábátaútgerð í landinu, nýliðun og halda þessari grein við, að þetta svona rætur okkar þjóðar, fiskveiðiþjóðar sem þarna í þessari grein, og þá skiptir ekki í mínum huga þó að þar séu einhverjir læknar, lögfræðingar í bland, að ég held að það hafi bara allir gott af því að kynnast lífinu í sjávarþorpunum og fara að sjóinn, því það þetta bara mannbætandi og það þetta ekkert öllum sem gefst kostur nú til þess að máta sig við sjómannsstörfin í dag, og þetta ein leið til þess að gera það. En öryggismálin skipta þetta gífurlegu máli, sveigjanleikinn og að geta haft möguleika á að fara í velja góðviðrisdaga til þess að fara þá lengra út og sækja betri hráefni og verðmeira. En ég ætla ekki að hafa þetta mál lengra í þessari fyrstu umræðu. Við höfum auðvitað eftir að fjalla um þetta í atvinnuveganefnd og þurfum að hafa hraðan á ef okkur á að takast að klára þetta tímanlega, en við förum vel yfir allar umsagnir og vinnum þetta saman sem heild í atvinnuveganefnd. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og ræðutíminn því styttur í 1 mínútu síðari umferð. Fyrst til að veita andsvar hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti, hér til umræðu breyting á lögum stjórn fiskveiða, strandveiðar. Ég tel að það sé mikilvægt á hverjum tíma að horfa á það hvort að séu möguleikar að bæta löggjöfina, en eftir að hafa kynnt mér lítillega þær umsagnir sem borist hafa þetta frumvarp, þá hef ég verulegar efasemdir að við séum á réttri leið. Áhyggjur margra einmitt frá smæstu byggðarlögunum og brothættu byggðunum sem hafa nú svolítið treyst á þessa starfsemi síðustu 10 árin, lúta því að útgerðin muni færast á milli svæða, þannig að möguleikar ákveðna landshluta, Norður- og Austurlands sér í lagi, muni minnka til sömu hlutdeildar í heildaraflanum frá því sem verið hefur. Þannig ég vil hvetja háttvirta atvinnuveganefnd til að fara mjög vel yfir málið, og svona eftir að hafa farið yfir greinargerðina með frumvarpinu þá saknaði ég þess svolítið að sjá eitthvað yfirlit yfir daga á sjó eftir svæðum eða afla eftir mánuðum milli svæða, þannig að það sé hægt að meta betur áhrifin, hvernig þau gætu komið mismunandi fram. Þannig að ég vil kannski bara spyrja framsögumann málsins að því hvort að slíkt hafi komið fram fyrir nefndinni, hvort að nefndin hafi farið yfir þannig upplýsingar nú þegar, og ef ekki að skora þá á nefndin að kalla eftir slíku. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, herra forseti. Já, ég skil alveg þessa vangaveltur, en ég jafnframt
hef ekki áhyggjur af því að litlu sjávarplássin hvar sem er á landinu, norðan, austan, vestan eða sunnan, að þau muni fara neitt halloka út úr þessu miðað við hvernig kerfið hefur verið. Og það er til tafla yfir þetta frá upphafi sem við bara þurfum að kynna hér í 2. umræðu og fjöllum inni í atvinnuveganefnd bara fjölda róðra í hverju mánuði og magn og allt þetta. En veruleikinn er sá að þó að það hafi verið fleiri dagar í mánuði í einhverjum landshlutum eða í þessum svæðisbundnu hólfum, þá þýðir það ekki endilega að menn hafi verið að ná fullfermi í hverjum róðri. Þessi 770 kíló óslagð eins og má veiða. Heldur hafa menn verið að fara með tilheyrandi kostnaði og náð kannski einhverju litlu og verið með margar veiðiferðir en ekki endilega sama verðmæti. Með þessu þá sitja allir við sama borð, hafa 12 daga, velja bestu dagana, hafa meiri möguleika á að ná fullfermi og að fá hærra verð. Svo ég óttast það ekki að bátar víðsvegar landið sitji eitthvað eftir þó að þeir hafi haft kannski möguleika á að róa fleiri daga innan mánaðar. Þá hefur það ekki endilega skilað sér í meiri verðmætum. Svo líka það að þeir sem eru heimilisfastir, áfram verður bara að skrá sig þar sem þú ert heimilisfastur, að þeir færu ekki að fara landshluta á milli með tilheyrandi kostnaði að útvega sér húsnæði og með miklum kostnaði. Þeir myndu sjá hag sinn í að róa áfram frá sinni heimabyggð. Í þessu kerfi hafa alltaf verið einhverjum 50 bátar sem flakka í kringum landið. Það breytist ekki neitt. En menn munu sjá hag sinn að róa frá sinni heimabyggð og hafa 12 daga. Það veitir andsvar síðari sinni, hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið, en staðreyndin er samt sem áður sú að áhyggjur meðal annars sveitarstjórnarmanna í þessum brothættu byggðum eru þær að bátar og fólk sem þeim fylgir muni flytja sig á milli landshluta. Og það er hluti af þessum hópi sem stundar strandveiðar býr jafnvel á heimili á 2 stöðum á landinu, eins og reyndar mjög margir eiga orðið í dag, eru með sumarheimili annars staðar en vetrarheimili og það er kannski ekkert flókið að færa það á milli landshluta í sjálfu sér og af þessu snúa helstu áhyggjurnar sem ég hef heyrt. Hins vegar það að fiskgengd er mismunandi á milli landsvæða eða hafsvæða, þannig að í ákveðnum mánuðum aflast betur fyrir vestan og öðrum fyrir austan. Þannig að 12 dagar í einu mánuði geta komið misjafnlega út. Svarar andsvari síðari sinni, hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, ég held að þetta séu óþarfa áhyggjur en ég skil alveg að sveitarstjórnir hafi sumir hverjir einhver áhyggjur af þessu en það er ekkert sem segir það að menn geti ekki róið áfram frá sínu svæði með því að hafa þessa 12 daga. Í könnun sem var nýlega gerð í skýrslu frá Háskólanum á Akureyri að þá kemur fram að yfir 75% þeirra sem stunda strandveiðar í þessu úrtaki vilja fasta daga og væru ánægðar með að fá fasta daga. Og þá er ekki endilega verið að tala eins og menn hafa lagt upp með ýtrustu kröfum alla daga mánaðarins, 16 daga að virka. En heilt yfir er meirihluti fyrir því að vilja þessa föstu daga og þeir eru þá jafn góðir og slæmir eftir landshlutum. Fyrir norðan veiðist betur í ágúst og þá veiðist ekki eins vel fyrir vestan. Svo þetta jafnast út þetta fiskeri ef við tryggjum öllum 12 daga líka í ágúst og ég geng út frá því að við ætlum að gera það og það er verið að bæta í pottinn hátt í 2000 tonnum
sem munar að gera þessa tilraun og þetta er tilraun í sumar sem við tökum stöðuna svo í framhaldinu strandveiðum til góða. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Já, hæstv. Forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Lilju Rafney Magnúsdóttur fyrir flutning á þessu frumvarpi. Ég er í atvinnuveganefnd og þar með á frumvarpinu og ég gerði það að stærstum hluta vegna þess að við erum að taka skref í átt til, eins og fram kom í framsögunni, til meira öryggis og líka það að þetta er tilraun til eins árs eða bara sumarsins sem er fram undan með þá það markmið að endurskoða þetta í haust. Nú er það svo að strandveiðar eru að fara inn í 10. árið núna og þegar þær voru settar á sínum tíma þá var ég mjög skeptískur á þær, en þær eru búin að sanna sig sem kerfi sem er, eins og ég hef stundum sagt, gluggi fyrir þessa ungu til að koma inn og fyrir þessa gamlu til að fara út og allt þar á milli. Innan strandveiðiflotans eru menn af öllum gerðum, lögfræðingar og kennarar og ég veit ekki hvað. Og þannig að þetta hefur gengið bara mjög vel og það er svona þjóðarsátt þetta kerfi. Ég man þá tíð með önnur skakkerfi eða sem sagt dagakerfi að þau sigldu allavega 3 þeirra inn í kvóta og það er það sem að menn þurfa að passa sig á að þetta kerfi fá að vera í friði sem strandveiðikerfi og ég held að við séum öll sammála það. Mér langar aðeins að drepa hérna á nokkrum atriðum. Þarna er talað ufsa sem VFS-afla, megi landa sem VFS-afla að einhverju hluta til. Nú er ufsinn svo vannýttur að ég myndi telja að það væri allt í lagi að 10% af ufsa færi bara sem sagt beint til útgerðar og það myndi ekki koma illa fram við nokkurn mann. Og aðra spurningar ætla ég að koma með í síðara innskoti. Svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, herra forseti, að heilt yfir þá hef ég lesið í þessum umsögnum sem ég hef lesið að menn væru sáttir við þessa tilraun ef að 12 dagarnir væru tryggðir öllum bátum út þetta sumar í hverju mánuði fyrir sig. Og af því eigum við að róa hér sameiginlega að gera það svo það verði ekki villst. En ég er alveg inn á því þetta varðandi eins og ufsann að hann hefur ekki verið að nást undanfarin ár og verð á ufsa er mjög lágt, er ekki einhver 50-60 krónur kílóið sem menn hafa þá verið að taka í þorskígildum í þeim afla sem má taka inn á hverjum róðradegi og nú er boðið upp á að það verði utan þess afla en sem VFS-afli og þá verður nú ekki mikið til skiptanna, einhverjar 12 krónur fyrir menn sem taka hann sem VFS-afla, svo maður skilur alveg óánægju manna með að þurfa þá að koma með ufsanland sem VFS-aflan og fá sáralítið sem ekkert í raun og veru fyrir hann. Þó það sé samt skárra heldur en að hann sé tekinn af því magni sem menn mega koma með í hverju róðri. Svo að ég myndi vilja láta skoða þetta varðandi ufsa sem hefur verið vannýttur og ekki verið tekinn sá kvóti sem hefur mátt að taka undanfarin ár, fiskveiðiár, að það veri horft til þess varðandi nýtinguna á ufsa og ég held að við þurfum bara að skoða það í atvinnuveganefnd varðandi ufsann sem meðafla. En ég get auðvitað ekki lofa neinu það en ég er mjög velviljuð að skoða hvernig hann verður meðhöndlaður í þessu öllu. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Já, hæstv. Forseti, ég þakka þingmanninum fyrir þetta svar.
það svo að þessi Vafis-afli, sem við kallum Hafró-afla, 20% af honum fer til útgerða aflaverðmæti og 80% til ríkisins. Þannig að það er ekki miklu að sækjast fyrir menn að landa þessu. En oft er það nú þannig að þegar þeir eru á sjó þessi kallar, þá kannski eru komnir með eitthvað 200 kíló ufsa og svo fá þeir skot af þorski, að þá láta þeir kannski ufsan laggó og það er ekki gott að vita af því. En mér langar aðeins að koma inn á með þessar brothættu byggðir og mér langar að nefna í því sambandi Norðurfjörð, af því að það er svolítið sérstök aðstaða þar. Og nú reyndar þannig líka annar staðar, en þar eru mest svona aðkomubátar og það ég fengið tölvupósta þaðan áhyggjur sveitarstjórnarmanna yfir því hvernig sá staður fer út úr þessari breytingu. Að þau halda að flestir þeir bátar munu yfirgefa svæðið og fara þá jafnvel á aðsvæðið eða eitthvað slíkt. Hefur þingmaðurinn skoðað það sérstaklega? Þá svarar andsvari síðari sinni hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir. Herra forseti, já, ég hef séð áhyggjur eða lesið áhyggjur sveitarstjórnar Árneshrepps í þessu máli og virði þau sjónarmið, en ég held að við þurfum að fara grundigt ofan í það hve mikið magn og hvað margir róðradagar hafa verið frá þeim bátum sem hafa stunda þar útráðra strandveiðum til þess að skoða það. Eins og ég hef skilið það á B-svæði yfir höfuð, þetta tilheyrir B-svæði, að þá hafa þeir verið með að jafnaði næst fæsta daga undanfarin ár á því svæði og ég myndi ætla að það væri álíka þarna megin vestamegin Húnaflóans. En það er gott að gera út frá Norðurfirði og þeir sem hafa farið þar og haft góða aðstöðu að það ætti ekkert að hamla þeim að gera út áfram með fasta 12 daga og velja bestu dagana til að ná í besta hráefnið og hæsta verðið. Svo ég hef ekki áhyggjur af því svæði, en ég vildi þetta gjarna bara að það væru 10 leyfi fyrir trillur fastar við Árneshrepp. Það er góða stað. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Virðulegi forseti, ég fagna þessu frumvarpi sem viðleitni til að laga strandveiðarnar og kemur frá atvinnuveganefnd sem líka fagnaðarefni að nefndir þingsins kom í auknum mæli og mæli fyrir málum. Ég fagna því sérstaklega. En ég hef auðvitað nokkrar spurningar og efasemdir að sjálfsögðu og ég óska þess auðvitað að nefndin fari vel yfir þetta og hlusti á umsagnir og fari vel yfir málið og benda á nokkur atriði, sérstaklega veðurlagið náttúrulega misjafnt eftir landshlutum og eftir árstímum. Eins og í Vestmannaeyjum þá er nú sjaldan hægt að fara út á trillu. Það er oft mjög þungt í sjónum, það eru fáir bátar. Nú veiðar eru mismunandi eftir svæðum. Afli ufsa er líka mismunandi eftir svæðum og árstímum. Og ég velti fyrir mér í fyrsta lagi einu. Væri ekki réttara að sjómenn fengi að veiða ufsa og þetta er reiknað þeim meira til tekna heldur en í þessu frumvarpi er gert ráð fyrir. Að þeir fá einungis 20% í sinn hlut af ufsaaflanum. Heldur komi þeir og vinni fiskinn, komi með hann í land algjörlega eða næstum því algjörlega frítt fyrir ríkissjóð. Ég held að nefndin verði að skoða þetta sérstaklega. Nú, ég gerir mig grein fyrir því að þetta frumvarp sé einungis til bráðabirgða, en ég velti öðru fyrir mér. Ég sé ekki betur að þetta verði ólympískt. Hv. þingmaður Lilja Rafney. Magnúsdóttir. Ég held í júlí, ágúst, þegar að heildaraflanum verið náð, þessum heildarafla verið náð, að það verði þetta ólympískt. Og hvert fara menn þá?
þeir fara auðvitað á það svæði þar sem veiðin er mest. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, herra forseti. Ég bara alveg sammála hv. þingmanni varðandi þetta með ufsann, að ég tel að við gætum alveg skoða það að mæta þeim sjónarmiðum þar sem að ufsinn hefur ekki verið að nást, sá kvóti sem hefur verið undanfarin ár, og það er mjög uppsafnað þar. Og ég hef mikið skilning á því að það mætti vera í þessari tilraun að koma með ufsann fyrir utan þetta magn sem á veiða í hverju róðri. Af því við megum ekki fara að taka áhættu á því að menn láti ufsann frekar fara fyrir borð í stað þess að koma með hann í land fyrir einhverja litla 12 krónur sem varla svara kostnaði. Það er áhætta sem er verið að taka. Svo ég væri alveg tilbúin að skoða það minnskosti í þessari tilraun í sumar hvernig það myndi koma út. En enn og aftur að það sem ég les í gegnum allar þessar umsagnir, sumir eru þetta bara mjög ánægðir og hafi beðið eftir að hafa þennan sveigjanleika og tryggingu fyrir föstum dögum, en aðrir óttast það að dagarnir dugi ekki fyrir ágúst. Því að eins og hv. þingmaður segir, það er mismunandi fiskgengd eftir svæðum, við þekkjum það alveg, og við verðum að tryggja þegar að góð fiskgengd er og vel aflast í ágúst á þeim svæðum, þá verðum við að tryggja 12 daga líka þá, annað væri óréttlátt. Svo ég mun gera hvað ég get til þess að sýna fram á það að það verði tryggt alla mánuði 12 dagar á hvert bát, því að annars er vissulega hætta á að áfram verði ólympískur andi í gangi. Og við erum ekki að kalla eftir því, við erum að kalla eftir öryggi, sveigjanleika í þessu kerfi, og þá þurfum við í þessari tilraun til þess að meta strandveiðar til framtíðar að hafa fast land undir fótum með að tryggja öllum 12 daga. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Lilju Rafney Magnúsdóttur fyrir þessi ágætu svör, og hún gefur vilyrði fyrir því að þetta verði skoðað, sérstaklega með ufsann og líka með þessa mánuði, að þetta verði þá innan hvers mánaðar, sem ég er virkilega ánægð með að heyra. Virkilega ánægð með að heyra. Ég óttast það á þeim stöðum þar sem mikill afli er, eins og til dæmis á svæði A og B og jafnvel C, og þar verði aflinn kláraður þegar líður á sumarið, og þá verði lokað í lok júlí og ágúst jafnvel alveg á önnur svæði og öll svæði þetta. Og það verður til þess að menn vilja kannski byrja á því svæði þar sem mest von er mestan afla. Að sjálfsögðu, maður myndi gera það sjálfur. Þannig ég þakka kærlega fyrir þessi svör sem voru ansi góð, og við benda á einmitt svar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hæstvirts við fyrirspurn Bjarna Jónssonar, sem gefur nú góða heildarmynd af þessum strandveiðum, mjög fróðlegt aflestrar. Þá svarar andsvari þriðja sinni hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, herra forseti. Já, að það sem stendur upp úr er að öllum verði tryggðar 12 dagar. Það er kjarninn í þessu. Því annars ef að öllum eru tryggðir 12 dagar, að þá er þessar áhyggjur varðandi það að sjómenn á Þórshöfn, Djúpavík, Höfn í Hornafirði og Reykjavík, hvar sem er, að menn fara að gerast flökkumenn vítt og breitt landið. Þá eru menn bara rólegir á þeim stað þar sem þeir hafa gert út og eiga sitt heimili, hafa 12 daga til þess að vinna með og fara á sjóinn þegar að viðra ver og sækja gott hráefni, og við erum ekki að kalla yfir okkur einhvern ólympískan anda, því að þessi tilraun á að ganga út á það að það sé úr sögunni, að hafa fast land undir fótum með það að vita að hverju menn ganga. Og þess vegna mun ég, eins og ég hef sagt, róa því öllum árum að tryggja það, því annars verður þessi tilraun ekki svo tilraun sem ég vildi sjá.
Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásmundur Friðriksson. Virðulegi forseti. Við ræðum frumvarp til laga um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða sem hér komið fram, tillögu frá atvinnuveganefnd um strandveiðar. Þetta er annað árið sem við förum á stað með þessa tilraun og ég og hæstv. Formaður atvinnuveganefndar, Lilja Rafney Magnúsdóttir, fórum á stað með svona tilraun fyrir ári síðan sem því miður gekk ekki eftir. Það er eins og málin svona vindi upp á sig þegar þeir farið á stað og við höfum fyrst og fremst í þessu máli haft að leiðarljósi öryggisatriði sjómanna. Það hafa orðið ömurleg slys við þessar veiðar og við viljum koma í veg fyrir það að þau gerist aftur. Þess vegna var þessi leið fundin sem er ágætisleið að tryggja strandveiðibátum og sjómönnum 12 daga í mánuði. Það 4 mánuði sem veiðar standi yfir og það var það sem við lögðum á stað með. Og ég held að það sé vera mikilvægt, það hefur komið fram hjá formanni nefndarinnar og greinilega mikill vilji hér í þingsalnum fyrir því að það verði tryggt. Við höfum líka fengið fjölmargar umsagnir frá Landssambandi smábátaeigenda, félögum smábátaeigenda víða um landið, einstaklingum og fleiri aðilum. Það sem að koma fram miklar áhyggjur og efasemdir um ýmislegt sem er í þessu eins og bara gerist og gengur eðlilega og við munum í atvinnuveganefnd fara bara mjög vel yfir þessi mál. Við viljum vanda okkur við þetta verkefni. Við ætlum að hafa það leiðarljósi að við ætlum að bæta öryggi sjómanna. Það er leiðarljósi í þessu máli. Allt annað sem hefur komið hérna fram í umræðinni varðandi meðaflann og það er líka bara ágætismál sem við þurfum að ræða. Og munum örugglega halda áfram að ræða af því þetta er tilraun sem gerð eingöngu fyrir þetta sumar og ég held að við öll verðum að leggja töluvert á okkur og töluvert af mörkum til þess að þessi tilraun heppnist vel. Ég held að það sé aðalatriðið. Ég held að sé líka alveg ljóst að það verði ekki alveg allir ánægðir með það hvernig þetta lítur út. Það eru ekki allir ánægðir með 12 daga. Það er ekki allir ánægðir með það að fá ekki veiða helgar. Við höfum öll okkar skoðun á því. Við þurfum að fara líka yfir það. En hugmyndin í upphafi er sú að reyna að koma þessu öryggissjónarmiði fram án þess að vera kollvarpa öllum þessum hlutum sem snúa að þessu kerfi. Það er mjög viðkvæmt að vera að hræra í þessu og breyta og við viljum komast hjá því. En við viljum taka eitt skref í einu til þess að auka öryggi sjómanna við strandveiðar. Það hefur komið fram hérna og við þekkjum það sem að þekkjum vel til á sjávarsíðunni að afli smábáta, gæði hans hafa aukist verulega á umliðnum árum. Og það er alveg frábært. Og það er auðvitað alveg frábært að þegar þessir dugmiklu sjómenn koma að landi akkúrat á þeim tíma þar sem að vantar afla til vinnslu, til útflutnings á ferskum fiskafurðum frá Íslandi, að þá hefur þetta kerfi virkilega komið sterkt þar inn. Þannig að við viljum halda áfram að setja sterkari stoðir undir kerfið, halda áfram að auka öryggið, tryggja það að í öllum landshlutum verði 12 dagar í hverju mánuði og það er auðvitað verkefni nefndarinnar að ljúka því sem fyrst og eins og hér kom fram í máli hæstv. Formanns nefndarinnar að við höfum skamman tíma til stefnu, veiðarnar byrja 2. maí og þá ætlum við vera búin að finna botn í þetta mál. Við erum að tala um 12 bestu dagana fyrir besta fiskinn í sjónum fyrir markaðinn. Meðaflann, við þurfum að ræða það líka. Ég tek það mjög alvarlega sem hér komið fram þær ábendingar. Við höfum líka rætt það áður í nefndinni undir þessum lið þegar við erum að tala um smábátakerfið. Það er orðið stórt og hefur stækkað mjög mikið undanfarnum árum. Við höfum gert vel við þá. Þeir eru líka að standa sig og við skulum halda áfram á þeirri braut sem við erum
halda áfram að tryggja öryggi sjómanna á sjó. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Álfheiður Einarsdóttir. Herra forseti, ég vil þakka hv. formanni atvinnuveganefndar Lilju Rafneyju Magnúsdóttur fyrir framsöguna og þessar áhugaverðu umræður sem hafa þegar átt sér stað. Ég fagna því að heyra að nefndarmenn vilji vanda til vinnunnar í framhaldinu inni í nefndinni vegna þess að mér fannst ekki vel að þessu staðið í upphafi því að frumvarpið kom inn í nefndina 5 mínútum fyrir fund og afgreitt út úr nefnd á sama fundi, nánast án umræðna og ég rétt náði að bóka mótmæli sem nýgræðingur á þingi sem var ekki alveg viss hvernig ég átti að haga mér en leið og ég sá hvernig í pottinn var búið, gat ekki sætt mig við þetta frumvarp. Tilgangurinn með frumvarpinu er þríþættur samkvæmt greinargerð. Það á að auka veiðiheimildir smábátasjómanna með því að tryggja hverjum strandveiðibát 12 veiðidaga í hverjum mánuði sem veitt það er frá maí til ágústloka. Númer 2, frumvarpið á að tryggja frekar öryggi sjómanna. Það er að segja, við ætlum að koma í veg fyrir kapphlaup í sjósókn í byrjun hvers mánaðar í þeim tilgangi að ná sem mestum afla áður en úthlutað aflamagn veiðist upp úr sjó. Og númer 3. Frumvarpið á að gera strandveiðar eftirsóknarverðar og auka nýliðun, sér í lagi meðal yngra fólks. Þetta eru göfug markmið og ég geri mig grein fyrir því að ásetningurinn er góður. En þetta frumvarp uppfyllir ekkert þeirra, ekkert. Og ég verð að mótmæla því óbreyttu og ég er ekki ein það miðað við athugasemdir sem hafa borist. Það er áfram gert ráð fyrir heildaraflamagni sem ráðherra ráðstafar til strandveiða og í frumvarpinu er afdráttarlaust ákvæði að Fiskistofa geti stöðvað strandveiðarnar þegar sýnt er að heildarafli strandveiðibáta fari umfram hámarksmagn. Hámarksmagn ákvarðar ráðherra í reglugerð og útfæri strandveiðarnar sjálfa jafnvel enn frekar með annarri reglugerð. Þetta þýðir með öðrum orðum að það eru engir 12 dagar tryggir fyrir neinn bát í neinum mánuði. Það er alls ekki víst að allir sjómenn geti nýtt sína 12 daga í hverju mánuði. Þetta er háð reglugerð, þetta er háð aflamarki sem er sett ofan á þetta málamynda sóknarmark. Með áframhaldandi úthlutunar hámarkskvóta fyrir strandveiðar þá getum við ekki tryggt auknar veiðiheimildir í þessu frumvarpi. Það er algjörlega upp á náð og miskunn reglugerðarvalds ráðherra. Þannig eru hvorki auknar veiðiheimildir né 12 daga veiðar í hverju mánuði tryggðar í þessu frumvarpi og þetta er ekki í þágu sjómanna. En þetta versnar enn meira því að þetta vindur allt upp á sig. Á sama máta er komið í veg fyrir aukið öryggi við strandveiðar. Þessar stífu aflatakmarkanir valda því að kapphlaupið til að tryggja sér hámarkshlutdeild í afla heldur áfram. Hættan á því að smábátar hætti sér út á miðin í nánast hvaða veðri sem er til að missa ekki af veiðum er alls ekki úr sögunni. Þvert á móti, sjómenn á svæðum B, C og D sem veiða meira síðsumars en sjómenn á svæði A, þeir verða í meiri hættu en áður, einfaldlega til að fá einhverja aflahlutdeild áður en kvótinn klárast. Ég mótmæli því efni þessa frumvarps. Við verðum að breyta því. Það er ekkert því til fyrirstöðu að taka þessar aflatakmarkanir út og að taka út heimild Fiskistofu til að stöðva veiðarnar. Leyfum hverjum bát að eiga 12 örugga veiðidaga í hverjum mánuði.
Gerum þá tilraun í sumar og metum svo árangurinn í haust. Veiðigeta strandveiðiflotans er ekki slík að þorskstofninn við Íslandsstrendur hrynji við þá tilraun. Enda er strandveiðum ofstjórnað hvort eð er. Það er heildaraflastýring, nú er komin sóknarstýring ofan á það. Það eru reglur hvaða daga má róa. Það eru reglur hversu langur róðurinn má vera. Það eru reglur hámarksafla í hverjum róðri. Það vantar bara reglur hvernig báturinn má vera á litinn. Blár. Þegar hæstv. Sjávarútvegsráðherra var spurður áhrif þess að leyfa strandveiðibátum að veiða 4 daga í viku í 4 mánuði, þá var svarið skýrt. Heildarafli hefði orðið sirka bát 13.700 tonn, ef við miðum við að fjöldi báta hefði verið svo sami úr 2017. 4 dögum í hverri viku má líkja saman við 16 daga í mánuði. Hér erum við að tala einungis 12 daga í mánuði og miðað við svör hæstv. Sjávarútvegsráðherra þá yrði þetta svona sirka bát 10.500 tonn. Ef við bætum við afla úr línuívilnun og útlutum því til strandveiða, þá erum við komið með grundvöll fyrir 12 daga kerfi, sóknarmarki, án aflahámarks, án stöðvunar veiða af hálfu Fiskistofu, í tilraunaskyni í sumar. Við vitum öll að töluverður hluti línuívilnunar, alveg eins og ufsakvótans, hefur bara ekkert verið nýttur undanfarin ár. Þetta ætti því ekki að koma að sök. Sjómenn á öllum svæðum yrðu sáttir, ekki bara sjómenn á svæði A. Þá getum við talað aukið frelsi og aukið magn afla í strandveiðum. Þá getum við talað öryggi sjómanna. Þá getum við talað nýliðun. En með óbreyttu frumvarpi þá getum við það ekki. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, herra forseti, ég þakka hv. ræðumanni fyrir hennar ræðu og gott að heyra að hún er velviljuð gagnvart strandveiðum. Við sem höfum verið hérna á þingi lengi, ég hef verið frá 2009, hef verið með strandveiðum frá upphafi. Vinstri græn komu strandveiðum á í raun og veru sem sjávarútvegsráðherra Steingrímur J. Sigfússon og síðan Jón Bjarnason. Svo þetta er mál sem hefur hlotið mikinn velvilja þegar á leið í landinu, að það voru ekki allir jafn hrifnir af þessu fyrst og þess vegna hef ég átt marga góða bandamenn inn á þingi sem vilja styrkja og efla strandveiðar og þess vegna var það bara mikið átak að ná öllum saman innan atvinnuveganefndar og það var þetta búið að vinna undirvinnu áður en það gerðist, svo að það datt ekki alveg niður úr skýjunum á þessum fundi sem hv. þingmaður vísar til og hv. þingmaður Ásmundur Friðriksson vísaði til þess að þessi tilraun var gerð líka í fyrra og þá stóðum við fyrir þessari tilraun, ég og hv. þingmaður Ásmundur Friðriksson. Það náðist ekki í gegn, svo að dropinn holar steininn og við sem erum að berjast fyrir öryggi og eflingu strandveiða í landinu vitum að við gleypum ekki fílinn í einum bita og ég sé annmarka á þessu máli sem sýnir auðvitað það að þetta er ákveðin málamiðlun sem þarna liggur undir, en eins og ég hef lýst í mínu máli er fullur skilningur og vilji til þess að þessi tilraun verði marktæk með því að tryggja afla í öllum landshlutum, öllum bátum sem skrá sig til strandveiða 12 daga í mánuði, hvar sem er á landinu. Þetta verður einn pottur og allir hafi sama rétt og við erum að bæta þarna í hátt í 2000 tonnum frá því í fyrra. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Álfheiður Einarsdóttir.
Herra forseti. Já, takk fyrir þetta andsvar. Ég áður en frumvarpið kom inn í nefndina þá var það kynnt sem hreint 12 daga sóknarmark, 12 dagar í hverjum mánuði á hvern bát. Ég ekki sú eina sem hefur bent á annmarka á þessu frumvarpi. Það hafa komið athugasemdir héðan og þaðan og það ekki bara Norðurfjörður, það Bakkafjörður. Það í raun og veru bara svæði A sem ánátt með þetta. Og það sem gerist að þó svo að við séum með loforð sem ennþá bara í orði aukið aflamagn, að þá verður þessi 12 daga regla með aflahámarki til þess að á svæði A, þar sem að veiðar hefjast fyrst, þeir myndu vilja byrja bara í apríl þar. Þar hafa verið fæstir dagarnir, flestir bátarnir og mesta veiði. Þeir eiga eftir að moka upp gríðarlegum hluta af þessari aflahlutdeild ef allir á svæði A fá 12 daga í maí og júní. Það verður mjög lítið eftir í júlí og ágúst. Það verður bara mjög lítið eftir í júlí og ágúst. Á meðan að sjómennirnir á svæði að einhverju leyti B en aðalega C og D, þeir myndu vilja veiða fram í september. Þeir byrja ekkert almennilega að veiða fyrir seinna. Og það þetta sem verður að laga. Þess vegna þetta hámark, kvóti, aflamark ofan á sóknarmark, ósanngjarnt. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, herra forseti. Já, þessi umræða skilar því að við erum held ég bara öll sammála það að við ætlum að tryggja þessari tilraun í sumar það magn sem þarf til þess að tryggja 12 daga alls staðar. Og þá verður ekkert kapphlaup á milli landsvæða. Það mismunandi fiskgengd á milli landsvæða, við þekkjum það. Og ef allur þessi litli bátafloti ætlar að fara að hringsóla í kringum allt landið eftir því hvar fiskigengd að þá gef ég nú ekki mikið upp á öryggi sjómanna. Menn auðvitað vilja róa frá sínu heimasvæði númer 1, 2 og 3 ef að þeir vita það að þeim eru tryggðir 12 dagar í hverju mánuði og þá þetta mismunandi fiskgengd eftir landsvæðum. Við þekkjum það öll sem þekkjum eitthvað til sjómennsku. Og það lélegra á A-svæði þegar líður á sumar. Júní, júlí ágætur á A-svæði og ágúst góður á Norður- og Austurlandi. Við þekkjum þetta allt. En þess vegna á það ekki að breyta neinu ef að menn ganga út frá því, eins og ég held að við ætlum öll að stefna að hérna að tryggja þessu máli það aflamagn sem þarf til. Og í svari ráðherra kom fram að það hefði, miðað við síðasta sumar, fjölda báta og það magn sem var til ráðstöfunar þá hefði þurft til að tryggja 12 daga 10.270 tonn. Nú erum við að tala 11.200 tonn og það þetta borð fyrir báru, en ég skil alveg ótta manna að það gæti ýtt undir ólympíska veiðar. Ég skil það bara fullkomlega. Þess vegna treysti ég því að við hvar sem við flokki við erum, tryggjum það að þessi tilraun verði ekki út á einhverja ólympísk kapphlaup og óvissu ágúst. Þetta tryggjum við því nú það afli verði tryggður fyrir 12 daga alls staðar á landinu fyrir alla báta. Þá svarar andsvari síðara sinni, hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Nei, Suðurkjördæmis. Já, herra forseti. Ég held að við séum öll sammála það að við viljum tryggja þessa 12 daga í hverju mánuði fyrir hvern bát á hvaða svæði sem
En það sem að ég og fleiri erum að segja að á meðan að það er eitthvað aflahámark, að þá ést það upp svo fljótt á svæði A. Þar hafa að meðaltali verið 6 til 8 dagar í maí og júní. Þeir fara upp í 12. Þeir fá 12 pottþétta daga án þess að það sé neitt stopp. Og þar, ef ég mætti bara klára, að þá er bara búið að veiða ansi mikið af kvótanum. Og ég held að ef að stöðvunarheimild Fiskistofu og aflamarkið verður ekki tekið af, þá verður það bara þannig að það flytjast megnið af smábátunum á svæði A. Það kostar 300.000 kall að flytja trillu á Norðurfjörð. Það er ekki dýrt. Eða það þýðir að þú getur séð fyrir fjölskylduninni með þessu strandveiðum. Það eru 700 fjölskyldur allt land sem reiða sig á þessar veiðar. Við megum ekki fara að gera einhver grundvallar mistök með því að hringla í þessu kerfi. Þú veist, íslenska sjávarútvegskerfið er einhvern veginn bara kerfi ófyrirsjáanlegra afleiðinga af einhverjum breytingum sem einhverjum datt í hug að gera. Já, komumst að þverfaglegu samþykki. En komumst á réttu niðurstöðunni fyrir alla. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Álfheiði Einarsdóttur fyrir hennar innblásnu ræðu og margt merkilegt sem hún var að tala þingmaðurinn. Ég vil nú að segja að það þykir nú býsna gott á lítilli trillu að ná 12 dögum á mánuði og ég hef ekki, ég verð að segja það að ég á ekki von á því að allir bátar á svæði A rói 12 daga bæði í maí, júní, júlí hvern mánuði þannig að, en það getur vel verið að það verði. Nú, það eru vísir menn eins og hjá Landssambandi smábátaeigenda búin að leggjast yfir þessar tölur og nánast fullir af það að þessi pottur sem er í boði muni duga til þess að veiðar séu út ágúst. Ég sem sagt er á því að gera þessa tilraun. Talandi öryggi sjómanna, þá er ég nú kannski ekki alveg þar, hafandi verið sjómaður í 30 ár. Ábyrgð skipstjórans er alltaf númer 1 og kenna einhverju kerfi slys út á sjó finnst mér ekki alveg rökrétt. Þannig að það er alltaf undir ábyrgð skipstjórans hvernig sjóferðin sem tekur ákvörðun sjóferðina. Nú, ég get alveg tekið undir það að þetta ákvæði sem er þarna með frá að Fiskistofa geti stöðvar veiðar var stefnir í að aflanum verði náð. Ég set svolítið spurningamerki við það. Við munum ræða það bara inn í nefndinni, en mér finnst að það sé rétt að gera þessa tilraun. Á svararandsvari hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Álfheiður Einarsdóttir. Herra forseti, ég vildi bara þakka umræður hv. þingmanns Sigurðar Páls Jónssonar, afsakaðu. Og bara hlakka til að vinna þetta í atvinnuveganefnd áfram. Ég tel mikla þörf á því. Ég var ánægð með að sjá allar þessar athugasemdir. En ég, af því að bæði formaður atvinnuveganefndar og hv. þingmaður nú hér í sínu andsvari vitnar til athugasemda frá Landssambandi smábátaeigenda
og túlka þá athugasemd sem stuðning við frumvarpið. Ég held að þeir ættu að lesa umsögnina aðeins betur vegna þess að hér segir, með leyfi forseta, ófrávíkjanleg krafa LS að verði frumvarpið að lögum sé engum vafa undirorpið að þeir sem hafa hug á að stunda strandveiðar 2018 geti verið fullvissir að ekki komi til stöðvunar veiða. Stjórn LS mótmælir ákvæði frumvarpsins heimild Fiskistofu til að stöðva veiðar og þeir ítreka ennfremur að það sé bara mjög nauðsynlegt að tryggja þessa 12 veiðidaga og þú tryggir ekki þessa 12 veiðidaga með því að hafa aflahámark. Það er bara, það er alveg sama hvaða algebru þú notar til þess að reikna það reiknistæmi, það er ekki hægt. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Já, hæstv. Forseti, ég þakka þingmanninum fyrir þetta svar. Ég er nú ekki alveg viss það að hv. þingmaður hafi reiknað þetta út að þetta dugi ekki. Gefandi sér það samt sem áður að það verið róið alla dagana. Ég vil trúa því sem að hv. þingmaður formaður atvinnuveganefndar Lilja Rafney Magnúsdóttir sagði hér ítrekað áðan að þetta væri tryggt. Hún lítur að hafa eitthvað fyrir sér í því. Ég er samþykkur því að gera þessa tilraun og sjá hvað kemur út úr því. Ég óttast ekki að þetta verði algjör bylting á því að kerfið sé í uppnámi. Ég er búinn að skoða það þannig. Ég hef mínar efasemdir en ég óttast ekki að kerfið sé í uppnámi. Við getum skoðað þetta betur inn í nefndinni eftir þessa umræðu og vonandi gert einhverjar breytingar eins og ég kom inn á áðan með ÖFSAN og fleira og kannski þessa kröfu Landssambandsins. En Landssambandið lýsir yfir samt sem áður ánægju sinni með frumvarpið þó að það lýsi líka yfir áhyggjum. Þannig að það er ekki, ég túlka það alveg á þann hátt eins og ég hugsa það. Þannig að ég hef ekki þessar stóru áhyggjur eins og hv. þingmaður hefur. Þá svarar andsvari síðari sinni hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Álfheiður Einarsdóttir. Herra forseti, já, ég vil líka gera þessa tilraun. Ég held að vilji allir gera þessa tilraun. Ég held að ég efast ekki þennan góða ásetning. En ég held að það sé kannski ekki nægjanlegur skilningur á því hvað þetta heildaraflamagn hefur, áhrifin af því, áhrif og afleiðingar og upplýsingarnar sem að hv. þingmaður spurði áðan varðandi dagafjölda á svæði í strandveiðum. Ég er með þessar upplýsingar og fæstu dagarnir, flestu stoppin hafa verið á svæði A af því að það er stærst. Þess vegna ef þeir fá svona miklu fleiri daga trygga og veiða þá í upphafi tímabilsins, þá fer bara miklu stærri hluti af aflanum. Og smábátasjómenn á svæði B, C og D sem hafa flestir geta fullnýtt sína daga. Minni afli, eiginlega aldrei stopp, þannig að þeir hafa getað fullnýtt dagana, sérstaklega á svæði D. Að þeir sjá þetta að ef að þetta verður með hámarki, þannig að fræðilega séð þá bara er hægt að stoppa í júlí. Þeir sjá þetta sem tilfærslu á dögum sem þeir hafa nú þegar til svæðis A og eru þess vegna óánægðir, mjög óánægðir.
Þeir sjá þetta sem skerðingu á sínum hlut til að færa annað. Þeir, allavega nokkrir, hafa sagt um mig að þeir vilji þá miklu frekar að þessi viðbótar 2000 tonn fari bara á A-svæðið. Það sé bara hreinlegra og þeir fái að veiða bara sína daga í friði á B, C og D. En ég vil gera þessa tilraun, ég vil hreint sóknarmark, en þetta er bara ekki það. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og atvinnuveganefndar ef enginn hreyfir andmælum. Og er það samþykkt. Útbýtt er á fundinum þingskjal 719, starfsmenn ráðuneytis og stofnana á málefnasviði ráðherra, skriflegt svar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Þingskjal 737, eignir og tekjur landsmanna árið 2016, skriflegt svar fjármála- og efnahagsráðherra. Þingskjal 738, fjárveitingar til Heilbrigðisstofnunar Vestmannaeyja, fjöldi ársverka og þróun launakostnaðar, skriflegt svar heilbrigðisráðherra. Þingskjal 739, ráðherrabílstjórar og bílstjórar, skriflegt svar heilbrigðisráðherra. Þingskjal 740, utanríkis- og alþjóðamál, skýrsla frá utanríkisráðherra. Þingskjal 741, umferðarlagabrot erlendra ferðamanna, fyrirspurn, flutningsmaður Birgir Þórarinsson. Þingskjal 742, áætlaður kostnaður við byggingaframkvæmdir Landspítalans við Hringbraut, fyrirspurn, flutningsmaður Ólafur Ísleifsson. Þingskjal 743, þarfagreining vegna byggingaframkvæmda Landspítalans við Hringbraut, fyrirspurn, flutningsmaður Ólafur Ísleifsson. Þingskjal 744, rannsóknir og öryggisráðstafanir vegna jarðvegslosunar í Bolaöldu, fyrirspurn, flutningsmaður Ólafur Ísleifsson. Þingskjal 745, jarðvegslosun í Bolaöldu, fyrirspurn, flutningsmaður Ólafur Ísleifsson. Tekið er fyrir 21. dagskrármálið, Íslandsstofa, stjórnarfrumvarp, 492. mál, Þingskjal 702, 1. umræða. Til máls tekur hæstvirtur utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti, ég mæli fyrir frumvarpi til laga breytingum á lögum nr. 38/2010 Íslandsstofu með síðari breytingum á þingskjali 702. Ég ákvað á síðasta ári að láta vinna frumvarp til laga breytingu á lögunum Íslandsstofu. Frumvarpið liggur nú fyrir en það var unnið af starfshópi sem skipaður var af aðstoðarmönnum utanríkisráðherra, fjármála- og efnahagsráðherra, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra og framkvæmdastjóra Samtaka atvinnulífsins. Þótt þunginn í frumvarpssmíðinni hafi átt sér stað undanfarin ár er aðdragandinn að gerð þess lengri. Frumvarpið byggir á skýrslu starfshóps sem skilaði utanríkisráðherra skýrslunni Áfram Ísland árið 2015. Hlutverk starfshópsins var að skoða heildstætt fyrirkomulag markaðssetningar á Íslandi og íslensku vörum og þjónustu erlendis til að leggja mat á hvort unnt væri að efla enn frekar sókn í markaðsstarfi. Starfshópurinn lagði fram ýmsar tillögur í þessa veru sem lutu meðal annars því að skýra stjórnsýslulega stöðu Íslandsstofu og að mörkun langtímastefnu í markaðs- og kynningarstarfi á erlendum mörkuðum í samvinnu atvinnulífs og stjórnvalda. Í framhaldi af skýrslunni voru mótaðar tillögur nánari útfærslu á niðurstöðum í skýrslu starfshópsins. Frumvarpið byggir á þeirri vinnu. Frumvarpið var skrifað í samvinnu þeirra ráðuneyta sem það snertir og áður voru nefnd, sem og í samvinnu við samtök atvinnulífsins. Meginmarkmið með frumvarpinu er að í fyrsta lagi efla samstarf atvinnulífs og stjórnvalda með markaðsstarf á erlendum mörkuðum, auka samþættingu og samstarf þeirra aðila sem að því koma. Í öðru lagi nýta fjármuni með markvissa hætti og í þriðja lagi skýra stjórnsýslulega stöðu Íslandsstofu með því að hún verði sjálfseignarstofnun. Markmið með lagabreytingu er því þríþætt. Í fyrsta lagi er það markmið breytinganna að efla langtímastefnumótun markaðssókn með stofnun útflutnings- og markaðsráðs. Er það afstaða mín að aðkoma atvinnulífs að stefnumótun varðar utanríkisviðskipti og framkvæmd stuðnings og þjónustu gegnum Íslandsstofu, sendirskrifstofur og aðra samstarfsaðila sé forsenda árangurs. Ég sé fyrir mig miklar breytingar á útflutningi Íslands á næstu árum og áratugum. Þungamiðja viðskipta er að færast austur á bóginn
og nokkuð ljóst að samgöngur lengra í þá átt munu batna áður en langt líður. Við þurfum að búa okkur undir þetta og jafnframt að hlúa að samkeppnishæfni okkar á nærmörkuðum. Í öðru lagi kveður frumvarpið á að gerður verði þjónustusamningur milli ríkisins og Íslandsstofu, sjálfseignarstofnunar sem tryggir að ríkum viðskiptahagsmunum Íslands verði þjónað sem skyldi. Utanríkisráðuneytinu ber lögum samkvæmt meðal annars að gæta hagsmuna Íslands á sviði utanríkisviðskipta og þar með markaðsóknar og menningarmála. Með þjónustusamningi milli Íslandsstofu verður falið að taka sér hluta þessarar starfsemi. Utanríkisþjónustan þegar byrjuð að endurskoða starfsemina að þessu leyti. Við erum að færa til starfsemi frá hefðbundnum mörkuðum á nýja markaði, unnið að þekkingaruppbyggingu, okkar fólk hefur sett viðskiptagleraugun á nefið, við erum byrjað að fjölga viðskiptafulltrúum á lykilmörkuðum og samstilla þjónustu markaðsteyma okkar í Asíu, Evrópu og Norður-Ameríku. Í þriðja lagi það markmið frumvarpsins að eyða óvissu stjórnsýslulega stöðu Íslandsstofu. Með því að Íslandsstofa verði sjálfseignarstofnun verður rekstur hennar á einkaréttarlegum grunni og atvinnulífinu verður falin enn ríkari ábyrgð en áður við að tryggja réttar áherslu í þjónustu og stuðningi við sókn fyrirtækja á markaði. Ég vil undirstrika hér að Íslandsstofa var stofnuð til að vera samstarfsvettvangur atvinnulífsins og eins opinbera og það verður hún áfram. Það ríkir full samstaða. Sú staða endurspeglast meðal annars í því að meirihluti stjórnar verður áfram skipaður af samtökum atvinnulífsins. Mikilvægt að atvinnulífið leggi sitt af mörkum því að til einskis að opna dyr ef enginn vill eða getur gengið inn þessar dyr. Meginatriði frumvarpsins eru rakin í 3. kafla greinargerðar með frumvarpinu á þingskjali 702. Þau eru í fyrsta lagi að sett verði á fót útflutnings- og markaðsráð sem gegnir lykilhlutverki varðandi mótun langtímastefnu og eftirfylgni hennar. Í öðru lagi að ríkari áhersla verði lögð á að vinna út frá markaðri langtímastefnu í útflutnings- og markaðsmálum og hún er unnin í breiðri samvinnu atvinnulífs, stjórnvalda og eftir atvikum sveitarfélaga. Í þriðja lagi staða Íslandsstofu sem þungamiðja í samstarfi við atvinnulífs og stjórnvalda í markaðsstarfi og erlendu grundu ítrekkur meðal annars með því að mæla fyrir skýrt hlutverk hennar í mótun langtímastefnu og framkvæmd hennar. Í fjórða lagi mælt fyrir aukna skyldu stjórnar Íslandsstofu meðal annars sem varðar framkvæmd mótaða langtímastefnu. Í fimmta lagi lagt til að rekstrarformi Íslandsstofu verði breytt til að skýrt sé að Íslandsstofa sé rekin sem sjálfseignarstofnun á einkaréttarlegum grunni í samstarfi atvinnulífs og stjórnvalda. Og í sjötta lagi kveðið með skýrum hætti á að beita skuli mælanlegum markmiðum og mælikvörðum í markmiðssetningu og áætlanagerð sem stjórn Íslandsstofu fylgist með og bregst við eftir atvikum. Í 1. grein frumvarpsins ákvæði breytt rekstrarform Íslandsstofu og lagt til að Íslandsstofa verði sjálfseignarstofnun með sjálfstæðri fjárhagsábyrgð og hún starfi samkvæmt sérstakri skipulagsskrá. Miðar þessi tillaga að því að skýra stjórnsýslulega stöðu Íslandsstofu. Á árunum 2010–11 komust umboðsmaður Alþingis og úrskurðarnefnd upplýsingamál að þeirri niðurstöðu í áliti og úrskurði að Íslandsstofa sé samkvæmt gildandi lögum hana stjórnvald í skilningi stjórnsýslulaga og upplýsingalaga. Fyrir þann tíma hafði Ríkisendurskoðun látið í ljós þá skoðun sína að brýnt væri að skýra stöðu Íslandsstofu innan stjórnkerfisins betur. Með frumvarpinu lagt til að Íslandsstofa verði sjálfseignarstofnun og flokki sem einkaaðili. Henni ætlað að vera samstarfsverkefni atvinnulífsins og stjórnvalda til að efla ímynd og orðspor Íslands, styrkja samkeppnishæfni íslensks atvinnulífs á erlendum mörkuðum og laða ferðamenn og fjárfestingu til landsins, eins og segir í 1. grein laganna Íslandsstofu. Starfsemi hennar á því meira skylt við starfsemi einkaaðila heldur en opinbers stjórnvalds eða stofnunar. Íslandsstofa hingað til við rekin á slíkum einkaréttarlegum grunni og sama að segja útflutningsráð, forvera hennar. Sú óvissa sem var í stöðunnar hefur verið bagaleg og því brýnt að skera úr hana. Það því tillaga frumvarpsins að rekstrarformi Íslandsstofu verði breytt og hún gerð að sjálfseignarstofnun. Tekið skal fram að lög nr. 33/1999 sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur munu ekki eiga við Íslandsstofu. Sjálfseignarstofnun verði frumvarp að lögum þar sem hún stofnuð með sérlögum sem ganga framar almennu lögum. Af þessu leiðir að sú breyting lögð til með frumvarpinu að heiti laganna verði lög Íslandsstofu, sjálfseignarstofnun eins og kemur fram í 9. grein frumvarpsins. Lagt til að stofnaðili hennar verði fjármála- og efnahagsráðherra og samtök atvinnulífsins. Þá í ákvæðinu mælt fyrir að tiltekin lögin á ekki til starfsemi Íslandsstofu en ég kem nánar að því síðar í framsögu minni. Að lokum í 1. grein ítarlega rakið hvert hlutverk Íslandsstofu sjálfseignarstofnunar. Með frumvarpinu fylgja 2 skjöl, annars vegar drög að skipulagsskrá Íslandssögu, sjálfseignarstofnunar og hins vegar drög að þjónustusamningi ríkisins við Íslandsstofu. Þessi
Gjöl þarfnast auðvitað frekari vinnu en mér þótti mikilvægt að þau fylgdu með frumvarpinu til kynningar og til að sýna heildarmyndina. Í annarri grein frumvarpsins er lagt til að starfa skuli útflutnings- og markaðsráð er hafi það hlutverk að marka, samþykkja og fylgjast með framkvæmd langtímastefnu stjórnvalda og atvinnulífs fyrir markaðssetningu og útflutning. Það getur skipað starfshópa á sínu röðum til að fjalla afmörkuð verkefni. Íslandsstofa skal vera ráðinu til ráðgjafar. Ráðið kemur því til með að hafa veigamiklu hlutverki að gegna gagnvart stefnumótun markaðssókn Íslands á erlendum mörkuðum. Ráðið skipað 29 fulltrúum til 4 ár í senn og jafnmörgum varamönnum. 10 fulltrúar verði skipaðir án tilnefningar en samtök atvinnulífsins skipi aðra 10. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra skipi 3 og ferðamálaráðherra og menntamálaráðherra skipi sömuleiðis 3 hvor. Auk þessara 29 fulltrúa skuli eigi utanríkisráðherra sæti í ráðið og hann verði jafnframt formaður þess. Þá eigi sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, ferðamálaráðherra og menntamálaráðherra einnig sæti í ráðinu auk fulltrúa þingflokka utan ríkisstjórnar á hverjum tíma. Með frumvarpinu er lagt til að stjórn Íslandsstofu sjálfseignarstofnunar verði skipað 5 fulltrúum til 3 ára í senn. Utanríkisráðherra skipað 2 og samtök atvinnulífsins 3. Stjórnin ber ábyrgð á undirbúningi að tillögu langtíma stefnumótun. Hún ákveður einnig hvernig henni verði hrundið í framkvæmd og leggur mat á framkvæmd hennar. Þá samþykkir stjórn Íslandsstofu starfs- og fjárhagsáætlun Íslandsstofu árlega og hefur eftirlit með framkvæmd hennar. Stjórnin ræður framkvæmdastjóra Íslandsstofu og ákveður starfskjör hans. Hún ákveður einnig skipulag og starfsemi Íslandsstofu og boðar til aðalfundar hennar. Í frumvarpinu er lagt til að stjórn Íslandsstofu skuli vinna tillögu að langtímastefnu stjórnvalda og atvinnulífs fyrir útflutning sem ætlað er að stuðla auknum útflutningstekjum og hagvexti. Langtímastefna verður gerð til 5 ára í senn. Stjórn Íslandsstofu leggur tillöguna fyrir útflutnings- og markaðsráð til umfjöllunar og samþykktar. Þá segir í frumvarpinu að langtímastefnan hafi það markmið að mæla heildstætt fyrir meginmarkmið þess markaðsstarfs sem Íslandsstofa sinni á erlendum mörkuðum. Stefnan skuli meðal annars innihalda markmið og áherslu fyrir einstök markaðssvæði og atvinnugreinar og feli í sér mælanleg árangursmarkmið. Í ákvæði 2. málsgreinar 1. grein frumvarpsins kemur fram að ákvæði stjórnsýslulaga, upplýsingalaga, samkeppnislaga og laga opinber innkaup gildi ekki starfsemi Íslandsstofu. Þá kemur fram að í 5. grein frumvarpsins að ákvæði laga réttindur og skyldur að starfsmanni ríkisins gildi ekki starfsfólk Íslandsstofu, sjálfseignarstofnunar. Þessi tillaga frumvarpsins leiðir af þeirri stöðu Íslandsstofu að hún verði, samkvæmt frumvarpinu, sjálfseignarstofnun sem rekin er á einkaréttarlegum grunni en henni sé ekki ætlað að vera stofnun og stjórnsýsluaðili. Stjórnsýslulög og upplýsingalög geta því ekki gilt sjálfseignarstofnunina Íslandsstofu enda er gildissvið þeirra bundið við opinbera aðila og stjórnsýslu þeirra. Sama er að segja gildissvið starfsmannalaga sem lagt til að nái heldur ekki til starfsmanna Íslandsstofu sjálfseignarstofnunar. Rétt þykir einkum í ljósi athugasemda frá umboðsmanni Alþingis sem áður er getið að taka við öll tvímæli í þessum efnum í lagatextanum sjálfum. Þannig er ekki það að ræða að Íslandsstofa sé sérstaklega undanþegin framkvæmdum lögum, heldur leiðir það að breytingu Íslandsstofu í sjálfseignarstofnun. Þetta er mikilvægt að hafa í huga. Þá er lagt til í frumvarpinu að starfsemi Íslandsstofu sjálfseignarstofnun falli ekki undir ákvæði laga opinber innkaup. Nánari skýringar og rök að baki þessari tillögu í greinargerð með frumvarpinu, en í stuttu máli eru þau þessi. Starfsemi sjálfseignarstofnunar Íslandsstofu á meira skylt við einkaréttarlegan rekstur og starfsemi fyrirtækja heldur starfsemi opinberra aðila sem hafa það hlutverk að þjóna almannahagsmunum. Verkefni Íslandsstofu verða og hafa verið gegnum tíðina þáttur í framkvæmd utanríkisstefnu og þar með hagsmunagæslu á alþjóðavettvangi. Þau eru ekki þjónusta við almenning og einstaklingi í sama skilningi og verkefni og hlutverk opinberra stofnunar þótt vissulega stuði verkefni að þjóðarhag og velsæld hér á landi. Þótt segja megi að þetta liggi klárt fyrir þykir rétt að taka af skarið þetta í frumvarpinu. Það er jafnframt tillaga í frumvarpinu að samkeppnislög gildi ekki starfsemi Íslandsstofu sjálfseignarstofnunar. Byggir þessi tillaga á gildissviði samkeppnislaganna eins og því er lýst í 2. grein og 3. grein laganna og er nánar yfir það farið í greinargerð með frumvarpinu. Sama á sig þessa tillögu þá fyrrnefndu að þótt vissulega leiði þetta túlkun og skýring á viðkomandi lögum þykir engu að síður rétt að taka skarið þetta í frumvarpinu. Í 6. grein frumvarpsins er mælt fyrir nokkrar breytingar á 5. grein Íslandsstofulaga um tekjur Íslandsstofu. Lagt er til að 1. tölulið falli brott og breytingarnar verði gerðar á orðalagi 2. og 5. töluliðar. Þá er lagt til að 3 nýjar málsgreinar bætist við ákvæði 5. greinar. Markmið þessara breytingar er að tryggja að fjármagn Íslandsstofu sjálfseignarstofnunar verði óbreytt frá því sem verið hefur. Það er með innheimtu markaðsgjalds. Markaðsgjaldið renni í ríkissjóð en að Íslandsstofu fái samsvarandi fjárhæð með fjárveitingu og grundvelli fjárheimildar í fjárlögum.
Það er með öðrum orðum horfið frá því að tekjur Íslandsstofu verði grundvöll á markaðstekjustofn eins og verið hefur, en í stað þess fá beint framlag úr ríkissjóði í samræmi við ákvörðun Alþingis og lög um opinber fjármál. Í frumvarpinu er gert ráð fyrir að það framlag taki mið af áætluðum tekjum og markaðsgjaldi á viðkomandi fjárlagaári. Jafnframt er áréttað að tekjur Íslandsstofu skuli aldrei vera lægri en sem nemur markaðsgjaldinu og verði mismunur á áætluðum tekjum markaðsgjaldsins og rauntekjum gjaldinu er gert ráð fyrir að leiðrétting verði gerð á því í fjárveitingum ári eftir. Rétt er að taka fram að ekki gert ráð fyrir að frumvarpið hafi í för með sér aukin útgjöld fyrir ríkissjóð. Markaðsgjald 0,05% verður lagt á gjaldstofn til greiðslu tryggingagjalds samkvæmt lögum um tryggingagjald og innheimt í samræmi við ákvæði þeirra laga. Í ákvæði 6. grein frumvarpsins er svo lagt til að ríkið og Íslandsstofa Sjálfseignarstofnun geri með sér þjónustusamning ráðstöfun fjárveitinga af fjárlögum sem ætlað er til markaðsstarfs á erlendum mörkuðum og falla undir verksvið Íslandsstofu samkvæmt lögunum. Drög að slíkum þjónustusamningi fylgja með frumvarpinu eins og ég nefndi áður. Með þjónustusamningu verður safnað undir einn hatt ráðstöfun fjármuna til markaðsstarfs sem hingað til hefur gert með nokkrum samningum. Þannig er hægt að nýta fjármagnið sem til ráðstöfun og auka gagnsæi í ráðstöfun þess sem var einmitt eitt af markmiðunum með starfi starfshópsins sem ritaði skýrsluna Áfram Íslands. Gert er ráð fyrir í frumvarpinu að lögin taki gildi 1. júlí næstkomandi. Í bráðabirgðaákvæði 8. grein frumvarpsins eru ýmis ákvæði sem lúta tímabilið fram að gildistöku verði frumvarpið að lögum. Meðal annars að núverandi stjórn Íslandsstofu starfi til bráðabirgða fram að stofnfundi Sjálfseignarstofnunar sem gert er ráð fyrir verði 1. júlí næstkomandi. Þá er einnig tekið fram að eignir og skuldbindingar Íslandsstofu renni til hinnar nýju Sjálfseignarstofnunar sem taki við réttindum hennar og skyldum. Þá er Íslandsstofu einnig heimilt að taka við eignum sem henni kunni hafa verið lagðar til og samræmist hlutverki hennar. Kveðið er á að stjórn Íslandsstofu Sjálfseignarstofnunar taki á stofnfundir ákvörðun starfsemi og skipulag hennar í skipulagsskrá og leggi fram fyrstu tillögu að langtímastefnumótun sem gildi til ársloka 2023. Virðulegi forseti, ég hef nú gert grein fyrir helstu efnisatriðum frumvarpsins og legg til að því verði að lokinni þessa umræðu vísað til hæstv. Utanríkismálanefndar og 2. umræðu. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og er ræðutíminn því styttur í 1 mínútu í síðari umferð. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegi forseti, ég vil byrja að þakka hæstv. Ráðherra fyrir yfirferðina á þessu frumvarpi. Ég hyggst nú taka hér til máls með stutta ræðu á eftir en langar hins vegar að spyrja hæstv. Ráðherra út í fjármögnun á Íslandsstofu. Sko, það sem er aðeins að trufla mig þessu saman er að svo virðist sem ekki hafi tekist að mínum dómi að skýra fjármögnun stofnunarinnar með nógu skýrum hætti. Það er að segja að áfram er gert ráð fyrir því að fjármunir til reksturs komi frá markaðsgjaldi, utanríkisráðuneyti, atvinnuvegaráðuneyti og menningar- og menntamálaráðuneyti ef ég man það rétt. Ég velti upp og spyr því ráðherra hvort ekki hafi verið grundvöllur til þess einfaldlega að staðan fyrir að fara í þennan flókna þjónustusamning sem er reyndar ekkert auðvelt að nálgast. Þurfti að afrita hér hlekkin hér aftan á þessu til að finna þetta á netinu. Velti fyrir mig hvort að það hefði ekki verið hægt að komast hjá þessar flóknu þjónustusamningum með því einfaldlega að færa þessa fjármuni sem eru klárlega og kannan gert ráð fyrir með þessi í þjónustusamningum að það taldir upp fjárlaga liðir sem að eiga að renna til Íslandsstofu að færa hreinlega þessi verkefni, þessi fjármuni til utanríkisráðuneytisins. Þannig það væri ekki þessi tvíverknaður eða þríverknaður, hvað við köllum það. Við væri ekki með þetta flókna samband. Það er alveg mátt koma sérfræðingum eða áliti eða hvað ég segja, þeim hagsmunum og því sem skiptir máli í þessum ráðuneytum fyrir með einhverjum öðrum hætti og það eigin reyndar sæti það kallast nú þar, í uppflutnings- og markaðsráðuneytum, þá eiga þessi aðilar sæti þar. Þannig að ég velti fyrir mig hvort það hefði ekki mátt einfalda þetta. Að öðru leyti ætla ég að koma inn á þetta í ræðu minni síðar í dag. Þá svarar andsvari hæstv. Utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Það má örugglega velta ýmsu fyrir sér í því. Eins og kom fram í minni ræðu, virðulegi forseti, að þá er hér að ræða nokkuð mikla vinnu sem byggist á samráði á milli aðila
og þetta var unnið af hópi og byggt á skýrslu sem að ég nefndi og ég tel að hv. þingmaður nú fengið í sína hendur láti gera árið 2015. Og hv. utanríkismálanefnd þarf auðvitað að fara bara yfir einstaka þætti málsins en það er ánægjulegt að það skyldi hafa náðst góð samstaða bæði af hálfu þeirra aðila sem sátu inn fyrir hönd ráðuneytanna og sömuleiðis ekki bara samtöku atvinnulífs heldur þá aðra þá aðila sem að getum sagt þessi hagsmunahópar almennings, atvinnulífs ætla ég nú að segja. Og þannig er þessi niðurstaða til komin. Einstaka þætti og fjárlagaliði að fara með það með einhverjum öðrum hætti ætla ég kannski ekki að fara yfir nákvæmlega núna að öðru leyti en því að ég er ánægður með þá breiðu samstöðu sem hefur náðst það hvernig að fram skuli fara með málið, sem er líka grundvallaratriði til þess að við getum náð árangri. Þegar eins og hv. þingmaður þekkir mætavel að þá náum við ekki árangri í markaðssókn og erlendi markaði nema með mörkuðum nema með góðri samvinnu atvinnulífsins og opinberra aðila. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, ég þakka ráðherranum fyrir svarið og viljum taka það fram að ég er ákaflega ánægður með þetta frumvarp. Ég held að frumvarpið sé mjög gott og mikil vinna að baki klárlega. Það er algjörlega ljóst að það er mjög mikilvægt að ná betur utan þessa hluti og það er gott að samstaða mál, ekki síst við atvinnulífið. Ég hins vegar ætla að leyfa mér að kannast aðeins við vandamálið. Ég held að sé nefnilega þannig að ráðuneyti sama hvað þau heita, þau vilja gjarnan ekki láta frá sér verkefni eða fjármuni. Það er í því ákveðin verðmæti, ákveðin völd sem eru í því og þar heldur líka hundur í grafin. Ég held að því miður hefði við getað náð ennþá meiri einhvern veginn svona, og einfaldara systemi ef við hefðum einfaldlega fært þessi verkefni undir utanríkisráðuneytið, þar sem mér finnst þau eigi heima. Það á ekki að vera með markaðsstarf eða markaðsþjónustu í einhverjum félögum, einhverjum öðrum ráðuneytum. Mér finnst þetta bara rauninni galið. Ég hins vegar skil vel stöðu ráðherra, það þurfti að ná þetta einhvers konar samkomulagi, það er alveg ljóst. En við verðum hins vegar einhvern tímann losna út úr þessu að ef einu sinni ráðuneyti fær verkefni eða fær peninga þá hangið á því eins og hundur á róði. Þá svarar andsvari öðru sinni hæstv. Utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Já, virðulegur forseti, ég er ánægður að heyra það að hv. þingmaður er ánægður með frumvarpið enda þekkir hann þessi mál mjög vel af sínum fyrri störfum og ég held að við séum bara alveg sammála, ég og hv. þingmaður, hvað það varðar að þessir aðilar sem málum koma að þeir þurfa að vinna saman og ég held að sú samvinna, ég held að grunnurinn því byggist á trausti. Það sem allavega mín upplifun hefur verið þessi að eins og hv. þingmaður, ég notaði mjög svona hreina íslensku það hvað stundum gerist þegar menn eru með sitt og hver að vinna í sínu horni og er ekki tilbúin til þess að leggja saman með öðrum vegna þess að þeir hafa áhyggjur af því að þeirra málaflokkur eða það sem þeim brenna fyrir að það verði einhvern veginn út undan. Núna erum við búin á saman með þessum hætti og ef að gengur eins og lagt upp með þá vonandi munu þær áhyggjur hjá viðkomandi aðilum heyra sögunni til því að við höfum öll sameiginlega hagsmuna að gæta alveg sama hvar menn standa þegar að kemur að útflutningi Íslendinga. Þá veitir andsvar við ræðu hæstv. ráðherra hv. 9. þingmaður Norðvesturkjördæmis Líneik Anna Sævarsdóttir. Norðausturkjördæmis, afsakið. Virðulegi forseti, ég þakka hæstv. ráðherra yfirferðina frumvarp til laga breytingu á lögum Íslandsstofu. Ég er sammála því að þarna er margt gott og mikilvægt að vinna markvisst að markaðssetningu Íslands. Ég er hins vegar kannski ekkert mjög mikla þekkingu á
þessu máli sem slíku, en það eru ákveðnar bjöllur sem eða viðvörunarljós sem blikka. Í gær fór hér fram sérstök umræða dreifingu ferðamanna landið og þar kom ítrekað fram í máli ferðamála-, iðnaðar- og atvinnuvegaráðherra að markaðsstofur landshlutanna gætu ekki án Íslandsstofu verið og Íslandsstofa engan veginn án þeirra verið. Og eftir að hafa lesið frumvarpið sem við ræðum hérna, þá sé ég ekki að það sé neitt skýr farvegur og rauninni bara frekar langsótt að finna farveg fyrir samstarf þessara aðila, þannig að það geti orðið markvisst. Því að hér fyrr í dag þá var mælt fyrir frumvarpi til laga Ferðamálastofu, þar sem að innlend markaðssetning í rauninni að hverfa út úr hlutverki Ferðamálastofu og færast til Íslandsstofu og markaðsstofana, en það er eitthvað sem eitthvað í púsluspilinu sem smellur ekki þarna, hvorki út frá þeirri umræðu sem fór fram hér í gær, né heldur umræðu sem fór fram í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd fyrr á þessu þingi og einmitt sneri að þessum sömu málum, að það hefur einhvern veginn, það vantar þarna heildarsýn. Já, þá bara spurningin er kannski, hvaða leiðir sér hæstv. Ráðherra til þess að koma á þessum einhverjum leiðum þarna á milli? Þá svarar andsvari hæstv. Utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti, ég er sammála hv. þingmanni að dreifing ferðamanna landið er mjög mikilvæg og þegar við tölum útflutning á Íslandi þá er náttúrulega það nátengt líka landsbyggðinni. Við höfum svo sem kannski litið útflutning meira oft að við erum að flytja út hefðbundna vöru, fisk og iðnaðarvöru, en stærsti útflutningur okkar er í rauninni að flytja ferðamenn inn til landsins. Og við höfum séð þessa gríðarlegu byltingu þegar kemur á landsbyggðinni að hvað þjónustuframboðið hefur aukið, sem er nýst bæði auðvitað ferðamönnum og líka þeim sem þar búa og svo auðvitað okkur sem eru ferðamenn í okkar eigin landi. Og stóra hugmyndin á bak við þetta, við séum að vinna saman því að við höfum öll hagsmuna að gæta. Og það er alveg órjúfanlegur hluti í því er að dreifa ferðamönnum á fleiri staði heldur en bara suðvesturhornið. Það er algjörlega órjúfanlegur hluti. Og það þarf í rauninni, og ég held að það sé erfitt að skrifa slíkt inn í lagateksta, en það gengur þetta mikið út af það og að við séum með þjónustusamninga, þar sem gera ákveðin verkefni, þar sem árangurinn er mælanlegur. Þar sem við séum ekki bara að fara í verkefni, setja mikla peninga og segja bara þegar spurt ég, það gekk alveg ljómandi. Við þurfum bara að vita það, ef við förum í verkefni sem við örugglega gerum að ýta undir það að ferðamenn fari víðsvegar landið, og þá þurfum við líka að mæla það hverju það hefur skilað. Ef það gengur vel, þá höldum við því áfram. Ef það gengur ekki nógu vel, þá þurfum við að nýta aðrar aðferðir. Þannig að stóra hugmyndin á bak við þetta, og hv. þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson fór ágætlega yfir það, þetta þekkir hann frá sínum fyrri störfum, að við erum núna að ná saman það að allir séu að vinna saman. Við erum komið með vettvangi sem allir geta unnið saman. Og ég bara skil mætavel sjónarmið hv. þingmanns þegar kemur að dreifingu ferðamanna á landi. Það er bara eitt af þeim málum sem að Íslandsstofa í samvinnu við aðra aðila þarf að vinna að. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra svarið og er sérstaklega ánægð að heyra það sé ætlað hlutverk Íslandsstofu að taka þátt í að kynna landshlutana þannig að ferðamenn dreifist landið, því að það er auðvitað einn liður í því að viðhalda eftirspurn eftir landinu og finna enn fleiri markhópa til þess að sækja landið heim. En ég var líka að velta fyrir mér aðeins fjármögnuninni, eins og hv. þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson sem að hér talaði á undan. Og það sem ég stoppaði við var í rauninni markaðsgjaldið hluti af tryggingagjaldsstofni. Ég hef bara ekki þekkingu á
því hvað markaðsgjald er það hluti, er það innifalið í tryggingagjaldinu eða er það sérstaklega innheimt af sama stofni og eru þá allir launagreiðendur sem taka þátt í þeim kostnaði. Þá svarar andsvari öðru sinni hæstv. Utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti, þar sem þetta svokallaða markaðsgjald á sér nokkuð langa sögu og hún tilgreind og svolítið merkileg þarna í greinargerðinni og ég ætla nú ekki að rekja hana alla núna, bæði man ég hana ekki alveg, ég skal bara viðurkenna það, þó ég hef lesið hann og kynnt mér hana ágætlega, þá ætla ég ekki að fara með núna fyrir það of stuttur tími, en þetta í rauninni bara svona alla jafna þetta talið bara partur af tryggingagjaldinu og þetta tilkomið til þess að þessi gjaldstofn, þá var ekki jafn svo útbreiddur, byrjaði þegar ef ég man rétt þegar við gengum inn í EFTA á sínum tíma til þess að hjálpa til við að selja vörur, aðallega vörur þá, en þarna síðan að þjónustu líka í tilkomin þess að við vorum að fá líka aukna samkeppni hér innanlands. Þannig er tekjustofninn til kominn og það hefur verið góð samstaða milli aðila atvinnulífsins og stjórnvalda að fara þessa leið til þess að fjármagna þessa starfsemi. Þá veitir andsvar hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson. Frú forseti, mig langar til þess að forvitnast það hjá hæstv. Utanríkisráðherra varðandi þetta mál sem að mörgu leyti athyglisvert og sjálfsagt rétt og skylt að reyna að færa þessi mál í betra horf. En ég velti fyrir mér ástæðunni fyrir því að það er valið að búa til sjálfseignarstofnun. Sjálfseignarstofnanir eru svolítið skrítin fyrirbæri. Stundum tala menn nú fé án hirðis þegar svona stofnanir fara að lifa sjálfstæðu lífi. Ég velti fyrir mér, ég skil ástæðurnar fyrir því að menn að vilja ekki hafa þetta fyrir ríkisstofnun, ekki hafa þetta fyrir stjórnsýslustofnun, ég skil það og það eru ástæður sem liggja þar að baki, en það eru aðrar leiðir færar. Það er til dæmis hægt að hafa þetta í formi opinbers hlutafélags. Það er líka hægt að hafa þetta í formi einkahlutafélags sem er ekki rekið í hagnaðarskyni. Það eru alls konar dæmi. Til dæmis er Tækniskólinn rekinn af hlutafélagi sem ekki er rekið í hagnaðarskyni og vissulega gerir það rekstrarfélag þjónustusamning við ríkið skólahaldið. Og ég velti fyrir mér af hverju þessi leið er farin, hvort að hinar leiðirnar hafi ekki verið skoðaðar, því að ég held að mörgu leyti væri heppilegra að fara slíkar leiðir. Síðan er annað hérna sem að ég vildi aðeins tæpa á og það er þetta að menn er að undanskilja sjálfseignarstofnunina tilteknum lögum, meðal annars samkeppnislögum. Og ein ástæðan fyrir því er sögð sú að frumvarpinu sé ætlað, eða starfsemi stofnunar sé eingöngu ætlað að hafa áhrif erlendis. Það má vel vera markaðsstarfið sé erlendis en áhrifin verða öll hér innanlands vegna þess að það er væntanlega tilgangurinn með þessu öllu saman er að færa verkefni inn til landsins, þannig ég átta mig nú ekki alveg á þessari röksemdafærslu. Og svo kannski í síðasta lagi þetta sem að snýr að nú hringir bjöllunni svo oft og títt að ég er sem að stoppa hér en það er kannski að bæta við í seinna andsvari. Takk. Þakkar hv. þingmanni fyrir að stoppa og virða tímamörkin. En þá svarar andsvari hæstv. Utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Já, virðulegi forseti, ég held að við þurfum nú ekki að hafa áhyggjur af því að þetta verði eitthvað hv. þingmaður nefndi sem stundum nefnt er ekki að sé einhver svona stofnun sem er með fé sem er svo fé án hirðis. Það er alveg skýrt hvar þessi stofnun liggur í stjórnkerfinu og samkvæmt forsetaúrskurði
En hins vegar þetta með þá sérstöðu að þetta samstarf á milli atvinnulífsins og hins opinbera. Og það má alveg færa rök fyrir því, og það eitt af því verkefni sem við leysum ekki hér, en menn ættu að leggja í stærra samhenginu, að við ættum að hafa betri ramma þegar kemur að slíku samstarfi á milli atvinnulífsins og hins opinbera. Og þar ættum við að líta til annarra landa það hvernig því sé best fyrir komið. En hins vegar liggur það alveg fyrir að það var alltaf hugmyndin að þetta væri byggt á einkaréttarlegum grunni, þar sem þessi stofnun. Það var aldrei hugmyndin að þetta yrði ríkisstofnun. Og ef menn komast að þeirri niðurstöðu þá leiðir hitt af sér að þessi lög sem hér eru tilgreind að þau eigi ekki við viðkomandi stofnun. Og það var farið mjög vel og yfir þetta mál í þessum hópi, og ástæðan fyrir þetta hefur tekið á þennan tíma sem tekið vegna þess að menn skoðuðu alla þær leiðir sem menn töldu færar innan þess ramma sem við þurfum og eigum að starfa eftir, og niðurstaðan þessi sjálfseignarstofnun. Hún fyrst og fremst gengur út á það að við erum hér að ná saman heildarsýnina Ísland sem við ætlum að kynna á erlendum vettvangi, sem að allir þeir sem eru í útflutningi eiga að njóta góðs af með einum öðrum hætti. Og það nokkuð sem væri, og ég veit ekki til þess að þeir löndin sem við berum okkur saman við hafi slíkt innan ríkjastofnunar, og þau lög sem þarna eru tilgreind, að þau eiga ekki við stofnanir sem að, ef maður fara full rök fyrir því, eiga alls ekki við stofnanir sem að sinna slíkri starfsemi. Veitir andsvar öðru sinni hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson. Já, frú forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir svarið, þó mér fyndist það nú kannski vera svolítið óljóst, en ég treysti því að þeir sem hafa unnið að þessu frumvarpi hafi þá skoðað til dæmis þá leið að fara með þetta í gegnum einkalhut. Aðeins hjálpa mér að átta mig á því hvort að verkefni Íslandsstofu sjálfseignarstofnunar eru eingöngu þau sem að henni verða falin með þjónustusamningi, eða eru einhver önnur verkefni sem að stofnunin eða sjálfseignarstofnunin á að vinna sem eru utan þessa þjónustusamnings. Og þá getur maður spurt sig, hefur þá stofnunin frjálst að starfsemin sé eingöngu sú sem felst í þjónustusamningnum, og ég tek eftir því í lagatextanum sjálfum talað að gera þjónustusamning til 5 ára. Það stendur ekki 5 ára í senn, þannig að getur þá sú staða komið upp að það verði ekki gerður samningur eftir 5 ár við Íslandsstofu sjálfseignarstofnun, eða þetta lapsus í lagaákvæðinu? Þannig á alltaf að vera þjónustusamningur við ríkið meðan sjálfseignarstofnunin yfir höfuð starfar. Svarar andsvari öðru sinni hæstv. Utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Já, virðulegi forseti, ég held að hv. þingmaður sé að hafa hér óþarfa áhyggjur. Stóra máli þetta að menn hafa kallað eftir því að við sem þjóð, og það þýðir það að atvinnulífið og opinberir aðilar, þeir sameinast það hvernig við ætlum að kynna Ísland og hvað við ætlum að leggja áherslu á. Mér finnst til dæmis, og það sé breið sátt það, mér finnst til dæmis augljóst að við ættum að leggja áherslu á, við leggjum áherslu á sjálfbærni, náttúru og ýmislegt annað, gæði. En það eitthvað sem mjög mikilvægt að sé breið sátt og það það sem við kynnum út af við. Síðan erum við með tækið Íslandsstofu sem samstarfsvettvangur opinberra aðila og einkaaðila. Og til þess að ná sem bestum árangri að þá skynsamlegt að það sé eins skýrt eins og getur orðið í hvað verkefni við förum, á hvaða svæði fyrir sig, það séu mælanleg markmið með þeirri starfsemi, og við getum þá metið það hvernig að til tekst í hverju tilfelli fyrir sig. Ef það gengur vel að þá framleggjum og höldum áfram. Ef það gengur ekki nógu vel og við náum ekki til þá skiptum við kúrs.
Ég get nú sem ekki lengur að þessari mínútu farið yfir nákvæmlega þetta því ég reyndi að fara í gegnum framsöguræðu minni en það er kannski að koma betur yfir þetta á eftir þannig að það öllu verður þetta ljóst. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Frú forseti. Já, ég þakka fyrir þessa framsöguræðu hæstvirts ráðherra og umræðurnar í andmælunum. Þetta er mjög áhugavert mál og ég vil bara byrja á því að fagna því að það sé verið að setja í ákveðnar skorður og efla og setja metnað í þetta samstarf atvinnulífsins og hins opinbera í þessu máli. Ég sit ekki í utanríkismálanefnd því það eru nokkur atriði hérna sem að mig langar eiginlega bara sem að vekja hjá mér svona spurningar og ég með einhverja vangaveltur sem að ég vonast þá bara til þess að orð minn hér rati annaðhvort til formanns utanríkismálanefndar hv. sem situr hér í salnum eða hæstvirts ráðherra. Og það er kannski fyrst þetta sem varðar, ýmislegt hefur nú þegar komið fram, en þetta sem varðar breytingu á stjórninni. Það er verið að hverfa frá því að vera með 7 manna stjórn þar sem að ráðherra skipa meirihluta í 5 manna stjórn þar sem að samtök atvinnulífsins með meirihluta. Það er vissulega verið að skipa þetta ráð hérna, útflutnings- og markaðsráð, þar sem að ráðherrar með meirihluta skipanir. En það er ekki bara það, heldur líka að einhvern veginn þegar maður horfir á þetta og hugsar hlutverk fagráðuneyta og síðan utanríkisráðuneytis sem er svona þarna til aðstoðar við faglegum aðilum varðandi þessi viðskipti að þá erum við að fara frá því að í stjórninni séu fulltrúar fagráðuneytanna og það eru bara fulltrúar utanríkisráðuneytisins þar og hina þetta er svona verið að snúa þessu við. Þannig ég hefði bara áhuga á að það færi fram umræðu hvers vegna málunum er svona háttað, af hverju þessi breyting er. Það er annað sem vakti athygli mína og það er umræðan það að við þessa breytingu þá er starfsemi Íslandsstofu undanskilin samkeppnislögum en samkvæmt því sem ég best veit þá myndu ríkisaðstoðarreglur Evrópska EES alltaf eiga við. Þannig að starfsemin yrði eftir sem áður að standast kröfur að opinber ívilnun eða fjárflóðum raski ekki samkeppni innan Evrópska efnahagssvæðisins. Og þannig að þessar breytingar á rekstrarformi yfir í einkaréttarlegt eðli leiða þetta af sér, enda er það ekki lengur lögbundið hlutverk opinberra stofnunar að ræða. Þannig að hverju erum við að ná fram með þessu, því að við erum mjög að tala hér utanríkisviðskipti. En það er kannski stærsta málið sem að ég myndi vilja drepa á hér og er svona velta fyrir mér. Það lýtur að þessu að það er semst verið að falla frá því að Ríkisendurskoðun annist árlega endurskoðun reikninga stofunnar við þessa breytingu yfir í sjálfseignarstofnun en verkefnið eða stofnunin er samt sem áður fjármögnuð af ríkinu. Og þegar 2009 þegar frumvarp til laga Íslandsstofu sem var síðan að þeim lögum sem nú gilda var til umfjöllunar hér á þingi, þá birti Ríkisendurskoðun skýrslu útflutningsaðstoð og landkynningu þar sem kom fram að brýnt væri að staða Íslandsstofu innan stjórnkerfisins verði skýrð betur. Ekki síst í ljósi þess að Íslandsstofa mun bera ábyrgð á ráðstafa umtalsverðu opinberu fjármagni. Þannig að það sem er verið að, mér vantar bara nánari útskýringu á, það er semst verið að undanskilja með því að gera stofuna að sjálfseignarstofnun, þá er verið að undanskilja hana stjórnsýslulögum og þar með ábyrgð, en hún er samt sem áður að fá þessar opinberu tekjur áfram. Þannig að það er semst verið að búa til sjálfseignarstofnun. Það er óvíst hvort að þingið geti hlutast til breytingar á skipulagi innan lengur ef stjórn stofnunar er ekki samþykkt og við erum að tala að meirihlutastjórnir samtök atvinnulífsins. Stofnunin er með sjálfstæðan fjárhag en þiggur sitt rekstrar fyrir fjárhaginu opinbera og lög sem ætlað er að hafa eftirlit með meðferð opinbers fjár gilda ekki stofnunina. Þannig að ég átta mig ekki alveg á því hvar við getum gripið inn og við sem erum að gæta hér þess hvernig farið er með fjármunina. Og ég er bara að biðja og það er ástæða fyrir ég kem ekki hérna upp í stutt andsvör af því ég hafði
þyrfti meiri tíma, en mér langar eiginlega bara til að kalla eftir því að það verði fjallað um þetta verði tekið áfram og skýrt betur en það er nákvæmlega hér í. Þetta er viðkvæmt mál og við erum öll, held ég, á einu máli um það að við viljum veg þessara starfsemi sem mestan og við gætum hér allra sameiginlega hagsmuna. Þannig að það þarf að vera hafið yfir allan vafa að það er það sem verið er að gera með þessu og það sé engin göt þarna inn á milli því að okkar ábyrgð er slík. Þá veitir andsvar við ræðu hv. þingmanns hæstv. Utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Já, virðulegi forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir ágætisræðu þar sem hún fer yfir þessa hluti og það er bara mjög eðlilegt að spyrja þessara spurninga og annarra sem að upp máli koma. Varðandi hvernig stjórnarfyrirkomulagið er, að þá er auðvitað með bara að byggja á þeirri reynslu sem hefur verið á Íslandsstofu núna. Og það má segja að þeir aðilar sem að hv. þingmaður vísaði hér til hverju ætti að koma að þessu, að það er þess vegna útflutnings- og markaðsráðið þess vegna er það byggt upp með þessum hætti. Þannig að allir fulltrúar þessara fagráðuneyta sem þarna eru, að þeir eiga fulltrúa sína inn í þessu. Þetta er 29 manns og það hefur verið að líta til fordæma sem vísa til þess hér sérstaklega vísindaráðs, það er í greinargerðin og það er fyrirkomnað sem sé best veit sem hefur gengið vel og það er svona hugsunin á því að þessi aðilar verði allir að koma að því ef við ætlum að ná einhverja sátt um það hvernig við kynnum Ísland á erlendri grund. Og síðan er alls ekki markmið með þessu að það verði eitthvað trauðlegt eða erfitt að fylgjast með því hvernig er farið með opinbert fé, því að þó svo að í það minnsta þá er þarna um að ræða samstarf atvinnulífsins og opinberra aðila, þó svo að menn líti nú á markaðsgjaldið með kannski með þeim hætti sem allavega túlkunin hefur verið og samstæðan verið að það sé svona ákveðið gjald sem að sé sátt á milli atvinnulífs og ríkisins að innheimta til þess að fjármagna þetta. Þá breytir því ekki að við þurfum og ætlum ekki að gefa neina afslátt á því að hafa eftirlit með því að þarna sé vel farið með fé. Og hv. þingmaður spyr hér af hverju ríkisendurskoðun er ekki falið þetta og ég ætla bara að hreinskilja með það, ég er bara ekki alveg viss af hverju það er. Það er búið að fara í gegnum ýmsa þætti þarna og ég treysti því að það sé nú bara farið yfir þessa þætti inn í hv. utanríkismálanefnd og það skoðað. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Takk fyrir. Já, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir að koma upp og leggja hér orðið belg til að skýra málin og ég bara, hann lauk máli sínu á því að vísa og málinu til utanríkismálanefndar að færi betur ofan í þetta eða sem sagt skýrið ákveðin mál og ég er bara sammála því og þakka þá brýningu. Aðeins í sambandi við og ég sem sagt spurning mín sem sagt í upphafi hvað varðar annars vegar útflutnings- og markaðsráðið þar sem að þessi fagráðuneyti eru með fulltrúa þessu stjórnina. Þetta snýst bara um hlutverki í raun og veru. Það er stjórnin sem ber ábyrgð á undirbúningi tillögu að langtíma stefnumótun og stjórnvalda og atvinnulífs fyrir útflutningin sem er ætlað að stuðla að auknum útflutningstekjum og hagvexti og slíku á meðan ráðið er svona meira í því vissulega stærra batteri að samþykkja og fylgjast með framkvæmd. Þannig að þetta er bara spurningun af hverju nákvæmlega það er þar inni sem að fagráðuneytin eru með sína fulltrúa en ekki stjórnin og af hverju hlutföll stjórnarinnar liggja eins og þau liggja. En hæstv. Ráðherra fór ágætlega yfir þetta og ég bara er þá allavega búin að vekja máls á þeim atriðum sem mér svona við fyrstu sýn þóttu athyglisverð og ég segi nú eins og hv. þingmaður Gunnar Bragi hérna áðan að ég bara var of sein að átta mig á því að hlekkur á þessa þjónustusamning og annað væri inn í frumvarpinu þannig að ég fæ kannski að taka snúning á því seinna þegar málið kemur til annarrar umræðu. Ég bara þakka fyrir. Þá veitir andsvar öðru sinni hæstv. Utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Já, virðulegi forseti, bara svo ég fari yfir að því að ég held að það sé mjög mikilvægt að allir séu á sama stað hvað varðar svona heildarmyndina í þessu. Og menn eru auðvitað ekki að reyna að finna upp hjólið, menn eru auðvitað að líta til þeirra þjóða þar sem að hlutirnir hafa menn að gera þetta prýðisvel. Að það snýr þetta það að hafa þetta vettvang, þennan tæki, þar sem að aðilar sem verða að vinna saman á árangri, að þeir geti unnið saman. Það er auðvitað skilvirkara að hafa 5 manna stjórn
en mjög mikilvægt að allir þeir aðilar sem þurfa að koma að þessu máli, og þarna eru 29. Ég fekk nú gagnrýni þegar ég var að kynninga á þessu, hvernig getur haft 29? Það er ekki gríðarlega mikið sem koma að þessu. Ég get ekkert séð að það geti verið minna. Ég held að við skoðum fulltrúa ráðuneytanna, mennta- og menningarmálaráðuneytisins, að það dugi ekkert minna heldur en 3 þar. Þegar það eru svo margt sem undir þar, svo bara eitt dæmi sé tekið. Og ekki það að tæki eitt og sér ekki nóg, það verður síðan að virka. Ég held að við séum komið hérna með tæki sem ætti að geta orðið til þess að allir aðilar sem þurfa að vinna saman geti unnið saman, og ég held að það sé mjög gott að vinna þetta eftir samningu og eftir sérstöku verkefni, og ég held að það sé gríðarlega mikilvægt að þau séu eins mælanlega eins og mögulegt er. Ég hef svo oft séð að menn setja mikla fjármuni í allt milli himins og jarðar, sérstaklega þegar þessum voru komið og svo þeir spurt árangurinn, að þá var sagt að það bara gengi mjög vel. Menn er alveg sannfærður að gengi vel, en það var aldrei í upphafi lagt neitt að reyna að mæla það hvað áhrif það hefði. Og það er svona grunnhugmyndin á bak við þetta allt saman. Við erum auðvitað að vinna í þinginu með þeim hætti að við komum fram með frumvörp sem fara til nefndar með að fá umsögnir og skoða einstaka þætti, og það er bara auðvitað eitthvað sem ég treysti hv. utanríkismálanefnd og þinginu til þess að gera. Ef eitthvað má betur fara þá bara förum við yfir það. En mér finnst þess að mjög mikilvægt, og bara svo menn átti sig á því að bak við þetta liggur gríðarlega mikil vinna margra aðila sem þurfa að vinna saman og hafa náð sátt þessa hluti. Þannig að við þurfum að taka það með í þegar við förum og ræðum þessi mál. Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Já, takk fyrir. Ég þakka aftur hæstv. Ráðherra fyrir að fara yfir málin, og ég er algjörlega sammála með því að fátt er mikilvægara þegar að ræða útdeilingu á opinberu fé sem ætlað er til ákveðinna verkefna, það sé setja mælikvarðar og aðgerðir og það sé hægt að meta árangurinn. Það er engin spurning og ég styð hann fyllilega í þeirri viðleitni. Það er hins vegar eiginlega bara lokapunkturinn í þessu. Þetta eru gríðarlegir fjármunir. Ég held að ég fari rétt með að litið er til ársreiknings Íslandsstofu 2016 og það er 1,2 milljarður, er það ekki veltan, eða tekjurnar, skiptast eitthvað þátt niður. Það er verið að breyta hér rekstrarformi sem gerir að verkum að lögum sem ætlað er að hafa eftirlit með meðferð opinbers fjár, þau gilda ekki lengur, og stjórninni er skipuð 5 mönnum þar sem að meiri hlutin er úr atvinnulífinu en ekki pólitískt skipaðir. Þannig að þetta er bara spurning að við séum ekki að gleyma því að við berum ábyrgð á þessu og að við förum vel og vandlega yfir þá hluti, og ég bara loka með því að taka undir með hæstv. Ráðherra sem treystir því að utanríkismálanefnd fari vel yfir mál, og ég hlakka bara til framhaldsins með þetta mál. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, eins og ég kom nú að hér í andsvörum við hæstv. Ráðherra, þá er ég ánægður með að þetta mál sé komið hér fyrir þingið. Eins og fram kom hjá hæstv. Ráðherra og kemur fram í greinargerð þá á þetta nokkurn aðdraganda og var töluvert í vinnslu í ráðuneytinu meðan ég satt þar. Mig langar að nefna að það er mjög mikilvægt þegar við erum að fjalla um málefni eins og þetta, þar sem að saman kemur ríkisvaldið og einkageirinn, að það sé hlusta vel eftir áherslum einkageirans, ekki síst. Og það var vitanlega gert, og vil ég nota tækifæri hér til að þakka Magnúsi Bjarnasyni sem fór í þetta verkefni fyrir mig á sínum tíma fyrir hans vinnu, þó að nokkuð sé liðið. Það er nú sem þannig að ekki næst að klára allt á tíma ráðherra þegar þeir sitja, þannig að ég er ánægður með að þetta skuli rata eins og í stóru myndinni eins og lagt var upp með. Ég hins vegar ætla mér aðeins að velta hér upp 2-3 hlutum. Fyrsta lagi þá er ég aðeins að velta fyrir mér og ræða það sjálfsögðu nánar í utanríkismálanefnd. 2. grein og svo 4. grein, þar sem 2. grein er talað um útflutnings- og markaðsráðið og 4. grein er talað um stjórn Íslandsstofu. Í 2. grein útflutnings- og markaðsráð segir með leyfi forseta: hlutverk ráðsins er að marka, samþykkja og fylgjast með framkvæmd og langtíma stefnumótun stjórnvalda og atvinnulífs fyrir markaðssetningu og útflutning. Í 4. greininni stendur með leyfi forseta: stjórn Íslandsstofu Sjálfseignarstofnunar skal vinna tillögu að langtímastefnu stjórnvalda og atvinnulífs fyrir útflutning og svo framvegis.
eflaust engin árekstur, ekkert árekstrar þarna á milli þessara hugtakanotkunar eða hvað þarna, við þurfum hins vegar að skýra þetta þannig að það sé alveg ljóst við hvað átt í hvaða lagagrein, þannig að Útflutnings- og markaðsráðið og stjórnin séu að skilja sitt hlutverk hvort með réttum hætti. Síðan segir ráðið skal taka til umfjöllunar, með leyfi forseta, ráðið skal taka til umfjöllunar tillögur af verkefnum og svo framvegis. Ég velti fyrir mér hvort að þessar tillögur af verkefnum séu þá tillögur sem að koma frá stjórn eða bara utan á bæ eins og hér kemur úr samvinnu atvinnulífs og stjórnvalda. Og þetta eitthvað sem við bara einfaldlega skýrum í nefndinni. Aðeins aftur að koma inn á fjármagnið. Sko, ég ætla að leyfa mér að segja fara hér með tölur sem ég ekkert sem að sé réttar hjá mér, en það verður það bara að hafa. Einhvern tímann var ég nú að skoða þessa hluti fyrir löngu síðan og það minnir mig að Malta hafi verið það bil eitthvað svona cirka 50 manns í því að selja fjárfestum Ísland. Það að segja gera það sama og fjárfestingarsvið Íslandsstofu að gera í dag. Ég held þess við 3. Ég held þess við 3 eða 4 starfsmenn á því sviði á Íslandsstofu. Það velti fyrir sér hvort að við erum að horfa nógu langt fram í tímann. Ég held því að og hefði gjarnan viljað sjá að í þessum nýju lögum væri svona tekið fastar á fjármögnuninni með, ég ekki komið lausnan hér, með einhverjum hætti. Ég held að þurfi miklu meiri fjármuni inn í Íslandsstofu til þess að undirbúa framtíðina, til þess að undirbúa hvar við erum eftir 10 ár eða 20 ár og svo framvegis. Við þurfum að horfa svo langt fram í tímann þegar við erum að markaðssetja eða reyna að fá fjárfesta og efla atvinnulíf á Íslandi. Við getum ekki verið að hlaupa frá degi til dags og slökkva elda og við höfum séð Íslandsstofu koma með beiðnir til fjárlaganefndar 50 milljónir og hitt og þetta. Við þurfum bara að tryggja það að nægi fjármuni í þau verkefni sem að þarna eru og bíða okkar. Ég ítreka því sem ég sagði áðan að í fyrsta lagi hefði ég haldið að við, kannski er auðvelt að segja það hér á þessu stól, að við hefðum átt að ganga alla leið með að tryggja þá fjármuni sem eru í öðru ráðuneytum beint til utanríkisráðuneytisins og beint inn í Íslandsstofu eða sjálfseignarstofnun og í þessi verkefni. Það er ekkert með þessar samninga sem milliliði. Í öðru lagi held ég að það þurfi að fara með atvinnulífinu það að sækja aukna fjármuni saman til atvinnulífsins og einnig ríkisins til þess að fjármuni sem Íslandsstofa hefur verði stórauknir. En síðan í þriðja lagi þá held ég sem mikið átt að skýra og ég ætla nú svo leyfa mér að túlka þetta hér. Hér stendur í 6. greininni að markaðsgjald 0,05% skal lagt á gjaldstofn. Eins og kemur fram og ég fletti upp hér í lögum nr. 113/1990 að til að taka alla vafa þá skil ég það þannig að þó svo að við förum í það lækka tryggingagjaldið að þá breytist þessi gjaldstofn, það er að segja þetta 0,0% gjald sem að Íslandsstofa fær að þessi gjaldstofni, það breytist ekkert þó við lækkum tryggingagjaldið því að gjaldstofnin er alltaf svo sami. Hins vegar lækkar tryggingagjaldsprosentan vonandi einhvern tímann ef að þessi ríkisstjórn tekur sig saman andlitinu þá gera það væntanlega. En hins vegar munum við áfram búið það að gjaldstofninn til staðar fyrir Íslandsstofu. Nú, virðulegi forseti, ég held að það sé sjálfs ekkert við þetta miklu bæta. Þetta fer til umfjöllunar sjálfsögðu í utanríkismálanefnd. Það þurfum við að taka til skoðunar fjármögnun að því mér finnst. Við þurfum að sjálfsögðu hlusta eftir öðrum athugasemdum sem hér hafa komið fram. En í heildina litið tel ég að þetta frumvarp sé gott. Það er mjög mikilvægt að skýra stöðu Íslandsstofu, sjálfseignarstofnunar, nú eins og þetta er lagt upp með þetta hér og ég held að það sé reyndar prýðis fyrirkomulag. Við þurfum að skýra þetta, við þurfum að gera stofnunina þannig að hún geti sótt fram að miklum krafti, bæði varðandi það hvernig hún er byggð upp og eins varðandi fjármuni og annað. 2 háttvirtir þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrstu til að veita andsvar er háttvirtur 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.
Frú forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Gunnari Braga Sveinssyni fyrir hans ræðu og yfirferð, enda hefur hann reynslu úr þessu ráðuneyti sem vert er að taka eftir og hlusta og hefur komið að þessum málum áður. Ég er sammála því að það er margt mjög gott í þessu frumvarpi og það er verið að taka margt áfram varðandi markaðssetningu Íslands en ég kem að því í minni ræðu hér á eftir hvaða nákvæmlega sem ég hef ákveðnar efasemdir og það er kannski það sem mín fyrsta spurning beinist að hv. þingmanni er að því við erum alltaf að reyna að læra af reynslunni. Ég verð að segja við fyrstu yfirsýn og yfirlestur á frumvarpinu að þá finnst mér ábyrgðarhlutverkið ekki vera nægilega skilgreint. Það er innheimt gjald og það er sagt hér alveg skýrt í frumvarpinu að það er ekkert sem mun falla á ríkissjóð, engar fjárhagslegar skuldbindingar, útgjöld, vinnuframlag, stjórnsýslukostnaðar, eftirlitsskyldur, rannsóknir eða önnur útgjöld leiðir af samþykkt frumvarpsins. Gott og vel. Síðan erum við engar síður að fara í það að samþykkja hugsanlega þessi rammalöggjöf og ég velti fyrir mér af hverju ekki bara atvinnulífið sjálft með þetta. Af því að gjaldið kemur þaðan, af hverju ríkisvaldið þá að blanda sér inn í þetta með þessum hætti? Það er alveg, það má hugsa sér að í rauninni að ríkið sé einhvern veginn innheimtustofnun fyrir atvinnulífið til þess að koma á stað þessari stofnun. Er ekki betra þá að hafa þetta alveg skýrt, markaðsgjaldið bara fer þá til einhvers verkefnis eða stofnunar sem atvinnulífið algjörlega sér eða þá að þetta verði opinber stofnun með því eftirliti sem því fylgir með ríkisendurskoðun. Þetta er alveg eins og með fæðingarorlofssjóð sem gjald sem tekið af tryggingagjaldi eða fjármagna með tryggingagjaldi fyrirtækjanna. Auðvitað lýtur sá sjóður eftirliti hins opinbera. Þannig að ég held að verða að vera skýrt hvert ábyrgðarhlutverkið leið og ég segi að það er mikilvægt að við reynum að ramma inn markaðssetningu Íslands mun ákveðnar heldur en verið hefur. Það er tími til kominn að við förum á næsta stig. En mín spurning til hv. þingmanns er það nægilega skýrt ábyrgðarhlutverkið í samræmi við fjármögnunarhlutverk Íslandsstofu? Svarar andsvari hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, ég ætla nú bara hreinskilni að ég hef ekki alveg velt því fyrir mér hvort þetta er nógu skýrt í lögum þegar kemur að þessu ábyrgðarhlutverki sem þingmann er að tala Ég held að það sé mjög mikilvægt við förum yfir það. Ég held hins vegar að verkefni verði alltaf samstarfsverkefni atvinnulífsins og ríkisins. Eitt dæmi eru allar þær, það eru svo sem ekkert ómargar, þær sendiskrifstofur sem Ísland er með víða heim sem gegna ákveðnu hlutverki þegar kemur að markaðssetningu Íslands, liðka fyrir fyrirtækjum og samningum og svo framvegis. Auðvitað hægt að nálgast það með öðrum hætti heldur en hér lagt upp með. Ég held hins vegar að þetta sé farvegur sem eins og ég hef skilið allan, sem hugnast atvinnulífinu ágætlega, að þessi sameiginlega ábyrgð sé til staðar, þó svo að atvinnulífið, kannski orða þannig, miðað við þetta nýja frumvarp, miðað við þetta frumsegja, beri meiri ábyrgð en ríkið sé horft til stjórnar samsetningarnar, þar sem eru 3 á móti 2. Það er svo rétt að fjármunir eru miklir sem koma frá atvinnulífinu inn í þennan pakka allan saman og þeir koma reyndar ekki bara í gegnum markaðsgjaldirauninni því að auðvitað eru hvað maður segja, þetta kannski langsótt en auðvitað er það ákveðnir hluti sem kemur frá ráðuneytunum sem kemur fyrst frá atvinnulífinu. En mín hugsun er sú í þessu að við þurfum að stórauka fjármunina inn í Íslandsstofu í þessa markaðsókn til lengri tíma ef við ætlum að geta horft fram á við. Ef við ætlum að ná takmarkinu sem þarna er lagt upp með, tvöfalda eða þrefalda útflutningsverðmætið, 2030 eitthvað slíkt, við þurfum að spýta mjög vel í til þess að ná því. Er þetta nógu skýrt? Er ábyrgðin nógu skýr? Ég þori ekki alveg svaraði núna. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Frú forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir þetta og ég er leið og ég segi að við erum örugglega öll í þessum sama vagni að reyna að auka útflutningstekjur okkar, markaðssetja okkar
vöru, hvort sem það á sviði menningar, sjávarútvegs, landbúnaðar, hvað sem og það þarf að samhæfa og stilla strengina mun betur og ég ætla að horfa á þetta frumvarp sem viðleitni allavega í þá veru og það mikilvægt og það leið fagnaðarefni að atvinnulífið sem slíkt vill axla þá ábyrgð. Það sem ég einfaldlega að segja að það hlýtur að vera við sem erum í utanríkismálanefnd og fáum væntanlega þetta frumvarp þangað, að við hljótum að spyrja ríkisendurskoðanda, eftirlitsstofnanir með fjármálum ríkisins mjög gaumgæfilega þau hvort þetta sé rétta fyrirkomulag. Leið og við megum ekki missa þessa dýnamík sem felst í því að atvinnulífið að koma með ábyrgum hætti þarna inn. Þannig að ég held að þetta sé eitthvað sem verði að skýra leið og það ýmsar vangaveltur sem ég bara kem að í ræðunni á eftir eins og í 2. greininni varðandi útflutnings- og markaðsráðið, hversu víðtækt það vald af því að í greininni sjálfri þá virðist valdið vera mjög mikið að hlutverk ráðsins að markaðssamþykkja og fylgjast með framkvæmd á langtíma stefnumóti stjórnvalda og atvinnulífs fyrir markaðssetningu og útflutning. Erum við að meina að ráðið hafi þá yfir umsjón með verkefnum eins og Iceland Naturally, Pure Iceland, ýmis verkefni sem hafa verið unnið líka í því ráðuneyti sem hv. þingmaður var líka í á undan mér á sínum tíma, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu. Hversu víðtækt þetta vald ráðsins í þeim efnum og þá skiptir máli að vita hvað hefur verið unnið í samhæfingu ráðuneyta, að ráðuneytin hafi öll verið samhæfð í þessu og ég veit að það var leitað til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins á sínu tíma og minn aðstoðarmaður kom að þessu meðal annars. En það skiptir máli að ráðuneytið allt leggist á sveifarnar með það að þetta raunverulega virki, að við vitum vel að þegar upp er staðið þá verður alltaf togstreita á milli ráðuneyta. Mun þetta frumvarp koma í veg fyrir eða ýta undir frekara samstarf á milli ráðuneyta að mati þingmannsins? Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegi forseti, ég held það leyfir mér að segja það að þetta frumvarp kemur ekki í veg fyrir togstreitu milli ráðuneyta, það held sé alveg ljóst. Ég held hins vegar að ef aurahliðin hefði verið svolítið skýrari þá hefði það kannski minnkað togstreituna með einhverjum hætti. En auðvitað markmiðið með þessu frumvarpi að einfaldlega reyna að sameina þessa sýn alla saman sem svo mikilvægt og það svo viðleitni sem ég ánægður með að það verið að reyna að ná utan þessa hluti alla saman. Við erum búin að vera kannski of lengi svona að skjóta okkar byssum í allar áttir. Það svo mikilvægt að skilaboðin séu þau sömu, skilaboðin séu einföld og nákvæm þegar við erum að rauninni markaðssetja að selja okkar stóra land sem við erum ekki mörg sem búum á reyndar. Okkur hefur gengið ágætlega að sumu leyti, það tókst ágætlega verkefnið og hefur tekist, og svo sem enn í gangi, Inspired by Iceland, þar sem menn voru að einbeita sér að einfalda skilaboðin. En þegar kemur að því að selja eða hvort sem við erum að flytja út fisk eða kjöt eða túrista til Íslands eitthvað slíkt, þá verðum við að geta samræmt alla þá vinnu eða selja tónlist eða bækur, samræmt skilaboðin sem við erum að senda og ég held að þetta sé bóta þegar við komum að því. Ég held að varðandi útflutnings- og markaðsráðið það mjög mikilvægt að það sé eitthvað svona ráðgefandi ráð eða ráð sem hefur skoðanir á hlutunum og markaðsstefnu þar sem flestir, sem margir hagsmunaaðilar koma að, en það kann að vera að skýra hlutverk ráðsins eitthvað betur, ég ætla ekki að segja það. En það mjög mikilvægt samt að við förum ekki einhvern veginn í það að búa til eitthvað batteri sem fungerar ekki og ég held að viðleitni hjá hæstv. Ráðherra með þetta frumvarp sé að koma í veg fyrir að svo sé. Í það minnsta það verði þá verr af stað farin heima setið ef það niðurstaðan. Það mjög mikilvægt að það sem við fáum út af þessu sé einfalt, gott og framsækin sjálfseignarstofnun sem við getum bakkað upp með stolti. Næst til að veita andsvar hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Virðulegur forseti, ég vil byrja á því að þakka fyrir þessa umræðu hérna. Hún hefur verið mjög áhugaverð og ég held að hún hafi sömuleiðis verið sérstaklega gagnleg og mörg atriði sem þetta frumvarp sem kannski lætur ekki mikið yfir sér sem eru samt mikilvægt að velta upp og mér langaði vegna þess að hv. þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson
kom inn á í ræðu sinni sitt fyrra líf sem hæstv. Utanríkisráðherra og aðkomu hans að þessum undirbúningi þessa máls. Þá langaði mig að tæpa aðeins á því sem hv. þingmaður Líneik Anna Sævarsdóttir kom inn á áðan í umræðu við hæstv. Utanríkisráðherra Guðlaug Þór, sem er aðkoma landshlutanna, aðkoma markaðsstofanna. Og þegar maður les frumvarpið þá er nú talað að ef ég man rétt að þær geti mögulega verið í einhverjum fagráðum eða eitthvað slíkt. En ég myndi telja að markaðsstofunar og hlutverk þeirra í markaðssetningu landsins og markaðssetningu landshlutanna náttúrulega sérstaklega sé gríðarlega mikilvægt, og ég heyri það í samtali við forsvarsmenn þeirra að þau hafa nokkrar áhyggjur af því að þeirra aðkoma að starfi Íslandsstofu sé ekki tryggt. Þannig að svolítið forvitin að heyra hvort að hv. þingmaður kannist við þá umræðu í undirbúningi þessa frumvarps áður, eða þar að segja í vinnunni sem fór fram áður í starfshópnum eða annað slíkt, og þá hvernig hv. þingmaður sér fyrir sér að aðkoma þeirra landshlutanna gæti mögulega verið að starfsemi Íslandsstofu, sem verður væntanlega aðeins flóknara þegar þetta orðið komið í þetta form sem lagt til hér. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, ég held að í þeim undirbúningi sem átti sér stað árið 2013 til 15-16 var ekki sérstaklega verið að horfa til landshlutana sem slíks í þeirri undirbúningsvinnu. Ég eins og kannast vel við umræðuna frá markaðsskrifstofunum og utan á landi varðandi áherslur eða þá vinnu sem að farið hefur fram innan Íslandsstofu. Auðvitað er það nú þannig að mönnum finnst kannski aldrei of mikið gert og kannski hefði mátt gera betur og slíkt. Ég, eins og vænt mér þykir nú allt sem er nú út á landi og það að þá sé ég ekki alveg hvernig eigi að innvinkla alla sem eiga einhvers konar hagsmuna að gæta inn í þessar breytingar sem að hér er að ræða. Það er hins vegar þannig að ég tel alveg sjálfsagt mál að þeir fulltrúar sem eru til dæmis sitja í þessu nýja útflutnings- og markaðsráði, að þeir hljóta að vera vel tengdir, tökum fulltrúar ráðuneytanna sem dæmi, ferðamálaráðherrar verður með fulltrúa þarna, að þetta ágæta fólk hlýtur vitanlega að vera vel tengt inn í landshlutana. Síðan er það sjálfsögðu bara hlutverk Íslandsstofu. Það er ekki, gleymum því ekki, það er ekki verið að breyta öllum lögum Íslandsstofu með þessu frumvarpi, það er bara verið að bæta þau. Og þar er alveg skýrt að þessi nýja sjálfseignarstofnun mun hafa ákveðnar skyldur gagnvart öllum Íslendingum og öllu landinu. Og það er þá okkar að fylgja því eftir að menn slaki ekki á þar. Ég minni líka enn og aftur á að Íslandsstofu er samstarfsverkefni og atvinnulífs og ríkisins. Það eru alls konar flækjur vitalega í því, en ég held að þetta sé samt sú leið sem er best til þess fallin að ná sem bestum árangri. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Forseti, ég vil þakka greinargott svar hv. þingmanns Gunnars Braga Sveinssonar. Ég held að það sé gríðarlega mikilvægt samt sem áður að við séum svolítið vakandi fyrir þessari aðkomu landshlutanna, eða þar að segja hvort sem að það er þá með formlegum hætti í gegnum einhvers konar fagráð eða annað slíkt, heldur líka að það sé raunverulega settur þrýstingur á Íslandsstofu að sinna landshlutunum öðrum heldur en suðvesturhorninu. Það hefur því miður viljað brenna við, og nú er náttúrulega staðan þannig að það er búið að taka út sérstakt framlag sem hefur verið til markaðsstofanna til markaðssetningu til ferðamanna erlendis, og sem að þýðir að nú er þeim bent sem sagt að við möttum að leita til Íslandsstofu, og Íslandsstofa segir bara þetta er ekki á okkar borði, við erum ekki með fjármagn til að vinna þetta, og þá sem sagt eru markaðsstofunar því miður að ítrekað að lenda í þessu limbói á milli ráðuneyta eða stofnana eins og í þessu tilfelli.
Og við hljótum að þurfa að horfa til þess, bæði í starfi Íslandsstofu og svo sem í öðru frumvarpi sem var til umræðu hér fyrr í dag sem er frumvarp Ferðamálastofu, að gleyma ekki því mikilvæga hlutverki sem að stofnanir sveitarfélaganna og landshlutanna hafa að gegna í markaðssetningu Íslands. Og við erum með mörg mjög skemmtileg dæmi verkefni þar sem að samstarf hefur verið á milli Íslandsstofu og landshlutanna, til dæmis Ask Guðmundur verkefni sem eflaust margir muna eftir og fleiri. Þannig að ég vil nýta þetta tækifæri og ég vona að hv. þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson, og ég spyr hvort hann tæki ekki undir það með mér, hvort að það sé ekki mikilvægt að þessi áhersla á landið allt einmitt komi í gegn og það sé horft víðar heldur en bara á suðvesturhornið sem eins og kom fram í skýrslu ferðamálaráðherra að er komið að þolmörkum. Þannig að við hljótum að þurfa að dreifa líka hnetið. Þá svarar andsvar í síðara sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, ég þakka andsvarið. Í annarri grein þessa ágæta frumvarps er talað og ég gerði það reyndar umræðuefni hér áðan, segir, með leyfi forseta, ráðið skal taka til umfjöllunar tillögur að verkefnum sem unnin eru saman atvinnulífs og stjórnvalda og tryggja slík verkefni fallega markaðri langtímastefnu. Maður lítur svo á að þetta sé leið fyrir aðila að koma tillögum þarna inn. Ég er eins og sammála hv. þingmanni það þarf að tryggja fjármuni og það er það sem ég hef nú verið svona kannski að segja hérna. Það eru alltaf litlir fjármunir í þessu púkki öllu saman. Ég tók hér upp með mér í ansvari tillögu til þingsályktunar stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árin 2018–2024. Það er áhugavert fyrir okkur að fara í gegnum það plagg í ljósi umræðunnar hér og orða hv. þingmanns að fara svo í gegnum þessa áætlun og velta því fyrir okkur hvort það sé ekki mikilvægt þá að taka á þessum áhyggjum þingmannsins inn í stefnumótandi byggðaáætlun og tryggja þá þar að hver sé framkvæmdur aðili að fjármögnun og eftirfylgni og það markmiðum markaðsskrifstofuna náði fram að ganga. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Já, frú forseti, ég vil byrja á því að fagna því að fá tækifæri til þess að ræða þetta frumvarp til laga um breytingu á lögum Íslandsstofu með síðari breytingum og þetta er svona ákveðin grundvallarbreyting sem að felst í þessu frumvarpi. Það er verið í rauninni að breyta ríkisstofnun í sjálfseignarstofnun. Það er ekki allir alveg rosalega hrifnir af því að maður sé með einhverja kerskni hér í ræðustól miðað við þau orð sem hafa fallið af hálfu forsætisráðherra í gær, en ég verð þó að segja að ég vil óska hæstv. Utanríkisráðherra til hamingju með það að með þessa fyrstu tilraun til einkavæðingar á vakt Vinstri grænna í forsætisráðherrastóli. Síðan er það okkar hér í þinginu og meðal annars í utanríkismálanefnd að skoða hvað í þessu felst. Erum við að ná í rauninni í fyrsta lagi því sem við viljum ná, aukinni markaðssetningu íslenskra afurða, útflutningsvara okkar, hverju nafni sem þau nefnast, hvort sem það er í formi vöru, þjónustu, menningar, list og svo framvegis, erum við að ná því markmiði fram með þessu frumvarpi og erum við í öðru lagi að láta alla hendur á dekk til þess að við gerum þetta að sem mestum krafti. Og síðast en ekki síst erum við þá líka að uppfylla það sem við þurfum að fara í gegnum, að þetta sé gegnsæi og það sé ábyrg notkun þá á fjármunum sem að fara í gegnum ríkissjóð. Ég kom að því hér áðan í andsvari við hv. þingmann Gunnar Braga Sveinsson að ég velti því fyrir mér miðað við að það sem að frumvarpið segir að þetta er algjörlega fjármagnað að mér sýnist af hálfu atvinnulífsins. Það er ekkert sem á að falla inn í verkefnið af hálfu ríkisins, sýnist mér ekki nema bara ráðherra leiðrétti það þá síðar, að af hverju við erum þá að fara þessa leið í átt að sjálfseignarstofnun. Og ég vil skilja það þannig að
atvinnulífið leggi mikla áherslu á það að fá hið opinbera með sér í þennan leiðangur og ég held að það sé vel. En gegnsæið það þá nægilega mikið til staðar? Af hverju ekki þá bara hafa þetta algjörlega einkaréttarlegt fyrirtæki, hafa þetta á forsendum atvinnulífsins algjörlega og þau sjá bara einfaldlega þessa leiðir sjálf og kalli til hið opinbera eftir þörfum. Því að við höfum brennt okkur á í gegnum tíðina að þegar þessi mál ekki nægilega skilgreind í bókhaldi ríkisins, eftirlitshlutverk opinberra stofnana, hvort sem það umboðsmaður Alþingis, Ríkisendurskoðunar, þau hafa komið með ákveðnar ábendingar mjög skýrar, það er verið að vitna í það hér í þessu, það sem annarkvort farið fram á það að þetta hlutverk stofnunarinnar Íslandsstofu verði alveg skýrt sem opinberrar stofnunar eða þá sem einkaréttarstofnunar og hér farin leið sjálfseignarstofnunar. Þannig að þetta einfaldlega vangaveltur af minni hálfu sem að ég vil setja fram í þessu samhengi því við verðum að vanda til verka og við munum fara mjög gaumgæfilega yfir þessa þætti innan utanríkismálanefndar. Ég vil ekki sjá þetta sem stofnun þar sem verið að reyna að losa þetta undan ríkinu eingöngu til þess að móta eða búa til einhverja silkihúfu stofnun fyrir hvort sem utanríkisráðherra eða atvinnulífið. Það vil ég ekki sjá. Ég vil sjá þetta þá alvöru stofnun, hvort sem þetta opinber stofnun eða þessi sjálfseignarstofnun sem að raunverulega samhæfir það sem að kemur fram í inngangi í greinargerðina að skoða heildstætt fyrirkomulag markaðssetningar á Íslandi og íslensku vörum og þjónustu erlendis. Ég verð að segja eins og að mér finnst skorta svolítið á þetta raunverulega samtal af því að við viðurkennum öll sem höfum verið í ráðuneyti, það alltaf togstreita á milli ráðuneyta. Það ekki verið, segir meðal annars hv. þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson sem hefur mikla reynslu úr ráðuneytum, ekki verið að koma í veg fyrir það með þessu. Mér finnst það svolítið miður af því að ég hrædd að það hafi ekki flestir fletir í þessu hafi ekki verið klukkaðir í þessu. Það munu ennþá verða verkefni innan fagráðuneytanna sem betur fer sem að verða á þeirra forræði en búið að samþætta þau það nægilega mikið inn í þetta þannig að við erum að nýta alla krafta að markaðssetningi verði sem best í þágu Íslands. Og þetta hluti sem við munum þurfa að fara yfir með atvinnuvegaráðuneytið, kalla það til okkar og spyrja þau að því. Og ég man líka á síðasta ári þegar þetta mál kom upp að það var mikil andstaða innan fjármálaráðuneytisins að mig minnir og að hluta til innan atvinnuvegaráðuneytisins á 5. hæðinni. Ekki 7. upp á sjávarútvegsráðuneytinu þar sem að undirritið stóð heldur á 5. hæðinni og þetta hluti sem við þurfum aðeins að fletta upp í ráðuneytunum með. Af hverju þessi andstaða, af hverju var þetta í rauninni stoppað meðal annars af hálfu fjármálaráðuneytisins, búið að taka tillit til þeirra athugasemda sem komu þar fram. Þannig að leið og við segjum að við viljum gera þetta vel og það þýðir það ekki að það eigi að stoppa málið en við komum þá með það breytingar sem að verða þá til þess að styðja miklu frekar tilgang þessa frumvarps. Ég held til að mynda að það þurfi að útskýra mjög vel hvað útflutnings- og markaðsráðið þýðir. Það verið að vísa til Vísinda- og tækniráðs í því samhengi. Vísinda- og tækniráð og þeir fjármunir sem þar eru undir eru að stærstum hluta fjármagnaðir af ríkinu þannig að það svolítið mismunandi aðstæður. En það verið að reyna þar og Vísinda- og tækniráð hefur gefist afar vel. Eitt af því besta finnst mér sem hefur verið gert og þróast á bara frá árinu 2000 eða 2001 þegar lögin Vísinda- og tækniráð voru samþykkt að þá hvernig þau hafa þróast, stöðnuð aðeins tíma en síðan hafa skref verið tekin fram á við af því að það eru allir sem sitja við borðið og ég trúi því að það sé tilgangur þessa frumvarps að fá allar raddir við borðið en þýðir það leið að fagráðuneyti, mennta- og menningarmála, atvinnuvegaráðuneytisins, hugsanlega umhverfisráðuneytisins líka séu það undirseld með sína markaðssetningu alla gagnvart ráðinu. Verður útflutnings- og markaðsráðið einhvern veginn svona yfir skjöldur fyrir það fagráðuneyti sem þeim ber skyldu til þess að leita til og það væri forvitnilegt að fá að heyra það hvernig ráðherra sjálfur sér þetta. Því að
við hljótum að gera allt til þess að þessi nálgun verði sem heildstæðust og við reynum að nýta kraftana sem felast í því að atvinnulífið vill koma svona markvisst að þessu eins og raun ber vitni og hefur metnað til. Ég velti fyrir mér líka svona ákveðnum málum sem hafa komið upp í gegnum tíðina varðandi stór og mikilvæg vörumerki sem Ísland á. Hver er það þá fyrir okkar hönd, Íslands hönd, sem mun gæta og taka til varna fyrir okkur? Ef að nefna skýrið, við mistum það út úr höndunum. Af því að enginn taldi það að skýrið yrði vinsælt. Síðan er það í rauninni erlend fyrirtæki í dag eins og Arla og fleiri og líka Siggi skýr út í Bandaríkjunum sem hafa náð að tileinka sér það vörumerki sem ég náttúrulega rek beint til Íslands. Við mistum það úr höndum en núna stöndum við frammi fyrir meðal annars Icelandic. Hvernig er sýn og hver á að móta sýnina, hvernig á að tryggja sér þau vörumerki fyrir Íslands hönd? Mun ráðið móta ákveðna stefnu, ákveðna sýn í þá veru af því það eru gríðarlegir hagsmunir sem hér eru undir og það mætti telja til fleiri vörumerki sem skipta okkur sem Íslendinga mjög miklu máli. Þannig að þetta er svona eitt og annað þegar ég svona bara stikla á hinn og þessu fer fram og tilbaka, ég viðurkenni það fúslega, herra forseti. En ég held að það verði áhugavert að fara yfir þetta með þeim aðilum sem hafa komið að því að semja þetta frumvarp leið og ég sé fram á það líka að við munum kalla til eftirlitsstofnanir ríkisins og fá ákveðna leiðsögn hjá þeim hvernig best er að gera þetta, fá þau frekar með í lið með okkur til þess að leiðbeina okkur í þá veru að frá Alþingi komi sterkasta frumvarpi sem við getum gert til þess að styðja við atvinnulífið, markaðssetningu og fleira. Það er líka kannski áhugavert að vita að því ég gat það áðan að þetta er svona fyrsta tilraun til einkavæðingar á vakt Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs, hvort að það sé algjörlega samhljómur í ríkisstjórninni með þetta mál og hvort að einhverjar athugasemdir hafi þá verið gerðar af hálfu Vinstri grænna, hvort að þessi einhverju fyrirvarar þetta mál af hálfu Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs varðandi þetta mál sem ef að vel verður að þessu staði þá getur þetta orðið gríðarlega mikilvægt batterí fyrir okkur sem ég vil forða að verði eins og ég segi einhver silkihúfustofnun. Ég vil miklu frekar sjá að þetta það felist í þessu ákveðin dýnamík og dýnamíkin kemur oftar en ekki í gegnum atvinnulífið heldur en hið opinbera. Til máls tekur hæstv. Utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti, ég þakka nú þeim hv. þingmönnum sem hafa tekið þátt í þessari umræðu. Mér fundist hún vera málefnaleg og góð og bara þó að sé klára varðandi þær athugasemdir komu fram hjá hv. þingmanni Hönnu Katrínu Friðriksson varðandi Ríkisendurskoðun að þá er það bara sjálfsagt og eðlilegt að við eitthvað farum með til skips og bryggju að það er allavega hugmynd okkar að Ríkisendurskoðun taki út og endurskoði þessa stofnun og ég bara vonast til þess að hv. nefnd geri slíka breytingu og vonast til þess. Ég vildi aðeins kannski fara og sömuleiðis það kom hér fram hjá hv. þingmanni Gunnari Braga Sveinssyni spurningunum það hvort að markaðsgjaldið myndi lækka eða tryggingagjaldið myndi lækka þá er svarið einfaldlega nei. Það tengist ekki þetta þannig að það á ekki að vera þannig að því sé alveg til haga haldið. Hv. þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir velti því upp af hverju ríki komi að þessu að þá er það bara samdóma álit allra sem að þessu máli komu að það sé mjög mikilvægt að opinberir aðilar og atvinnulífið vinni saman að þessu og kannski yfir einn vandi meiri sá að menn ekki alltaf að gera það. Bæði opinberir aðilar ekki að senda sömu skilaboðin
og sömuleiðis að þá hefur ekki alltaf náð samstaða um það og kannski næst aldrei fullkomin samstaða um það, en í það minnsta í stóru myndinni að þá mjög mikilvægt að allir þessi aðilar sem að vinna að því að kynna landið og auka það sem fjárfestingarkost og efla útflutningstekjur, að þeir vinni saman, og þess vegna þetta til komið, að þetta vera það tæki sem vera svo vettvangur til þess að vinna að því. Hv. þingmaður, og þetta finnst mér tekið vænt það að þegar sagt að ég sé að standa einhverju einkavæðingu, fyrir auðvitað sælurhrollur mig þegar ég heyri það, en ég get nú ekki alveg hreykt mér af því, einfaldlega vegna þess að það stóð aldrei til að þetta yrði ríkisstofnun. Það athugasemdir sem kom seinna frá umboðsmanni Alþingis að þetta skýra stjórnsýslulegu stöðu stofnunar, og það lá aldrei fyrir og var aldrei meiningi með stofnun Íslandsstofu að það yrði ríkisstofnun. En það hafa til dæmis starfsmenn aldrei verið ríkisstarfsmenn, svo bara dæmi sem tekið. Þannig að það þurfti að klára það verk að skýra það, og það gert með þessu frumvarpi. Og hv. þingmaður velti því upp varðandi hvernig við varðandi Ísland vörumerki eða Æsland, að það nokkuð sem að utanríkisþjónustan hefur gert og munum auðvitað gera áfram. En það náttúrulega gerðist í dag að Icelandic vörumerki var afhent frá framtakssjóði á síðasta verk framtakssjóð til stjórnvalda með það markmið að það væri hægt að nýta það í markaðssetningu. Það verður auðvitað afskaplega gleðilegt og ánægilegt, og það hugsun að það verði hýst þarna í Íslandsstofu sjálfseignarstofnun. Og bara þegar kemur að fjármunum að þá gert ráð fyrir að hverju ári ráðstafa fjárlögum fjármunum sem koma á endan til ráðstöfunar Íslandsstofu, alls 1 milljarði króna frá fleiri ráðuneytum. Og eins og komið fram að gert ráð fyrir að gerð verið þjónustusamningur milli ríkisins og Íslandsstofu sjálfseignarstofnunar sem ná yfir alla þessa fjárlagaliði og þau ráðuneyti sem í hlut eiga séu aðilar að samningnum. Með það yrði í fyrsta sinn safnað saman einn ráðstöfun fjármuna sem hingað til gert með nokkrum aðskildum samningum. Með þessu næst eitt af þeim markmiðum sem sett voru með starfi starfshópsins, sem það að nýta betur það fjármagn sem til ráðstöfunar og auka gegnsæi ráðstöfun þess. Og ég vil vekja athygli hv. þingmanna að á athugasemdum við einstaka greinar frumvarpsins á blaðsíðu 13, mér finnst þá vera tekið saman ágætis texti uppbyggingun og hugsunina á bak við útflutning og markaðsáður, sem þetta kjarninn í einn af kjarnanum í þessu frumvarpi. Og með leyfi forseta þá myndi ég vilja fá að lesa hér aðeins upp úr því að engin samrýnd langtímastefna í markaðsmálum erlendri grund. Ímynd Íslands ekki mótuð í samstarfi innan lands með markaðsstarf að leiðarljósi. Þessu ætlun að breyta þannig að til verði stefna þar sem flestar ef ekki allar útflutningsgreinar geti fundið samhljóm í þeirri ímynd sem Ísland hefur á erlendum mörkuðum. Það þarf að huga sérstaklega að samspil einkaframtaks og hins opinbera og hvernig megi best nýta sameiginlega krafta til markvissar markaðssetningar og samhæfingar. Skapa þar sterkan samhljóð, einhvers konar innan gæðsalapa nation branding í allri grunnkynningu og kynningarefni. Ímynd og orðspor verða að byggjast á sérstöðu Íslands sem hægt að tengja við allar helstu útflutningsgreinarnar og stefnum beina nýjar erlendar fjárfestingar. Skilaboðin þurfa jafnframt að svara væntingum neytenda og eftirspurn á markaði. Markmiðið með stofnun útflutnings- og markaðsárs að styrkja stefnumót til langs tíma í markaðsstarfi Íslands á erlendri grundu. Sterkari tengingar skapast með þessu milli stjórnvalda annars vegar og útflutningsgreina hins vegar. Pólitísk ábyrgð gerð ákveðnari, að sama skapi næst fram breiðari aðkoma að þessari stefnumótun sem eykur líkurnar á því að hin endanlega stefna taki tillit til sem flestra hagsmuna. Ráð af þessu tagi skapa einnig tækifæri til þess að eiga breytt samráð markaðsmál í víðum skilningi, mótun stefnu í ímyndarmálum Íslands og framvegis. Og eins og hv. þingmaður vísaði hér áðan að þá og ég ræddi í upphafi míns máls að þá fyrirmyndin að miklu leyti sótt til vísinda- og tækniráðs. Og seinna segir, virðulegi forseti, að lagt til að ráðið sé skipað í 4 ár í senn það lagt til með hliðsjón af skýrslu starfshópsins sem lagði áherslu á sú stefna sem væri mótuð til langs tíma væri þess eðlis að hún þyrfti ekki að sæta sérstakri endurskoðun við upphafi hvers kjörtímabils. Sérstaklega er tekið fram að útflutnings- og markaðarhafi sé heimilt að setja á fót starfshópa afmörkuð verkefni sem starfi þá á milli funda í ráðinu sjálfu. Þetta gefur til dæmis færi á því að fjalla sérstök mál einstakra atvinnugreina eða afmarkaða markaðssvæða. Sjá má fyrir að ráðið hafi starfandi sterkan hóp ferðaþjónustu, markaðssetningu í Asíu og svo framvegis.
Með þessu er leitast við að halda sérstökum verkefnum innan ákveðins ramma að því varðar stjórnun. En einnig faglega þar sem starfi hópa þessu tagi væri mörkuð stefna í þeirri langtímastefnu sem unnið væri eftir. Og ég held, virðulegi forseti, að það sé skynsamlegt að leggja þessa hluti upp með þessum hætti og þrátt fyrir að ráðið sé stórt, það er 29 einstaklingar, þá held ég að það sé nauðsynlegt til þess að allir þeir aðilar sem þurfa að þessum málum koma og þurfa að ná samstöðu til þess að breið samstaða náist, að þá verða þeir einfaldlega að koma að þessu borði. Og ég get ekki annað heyrt, virðulegi forseti, en að þeir allavega hv. þingmenn sem hér hafa talað, að þeir séu jákvæðir út í þessa breytingu og það er mjög ánægjulegt vegna þess að það hefur verið lagt mikil vinna í það að reyna að ná breiðri samstöðu frumvarpið og það er samstaða frumvarpið að sjálfsögðu í ríkisstjórn, annars væri það ekki lagt fram, en sömuleiðis á milli þessara hagsmunaaðila. Ástæðan fyrir því að það hefur tekið langan tíma að undirbyggja þetta, því það hefur tekið langan tíma, myndi ég segja stærstum hluta vegna þess að það eru ýmis tæknileg úrlausnarefni sem hefur þurft að vinna úr til þess að hægt sé að leggja frumvarpið fram og það er nú bara þannig að þegar slík og menn eru þá meðal annars að koma til móts við þær athugasemdir sem hafa komið fram hjá opinberum eftirlitsstofnunum og ná þeim markmiðum sem lagt er upp með í frumvarpinu. Þannig að það er ekki bara verið að ræða að ná pólitískri samstöðu, heldur ekki síður að finna út úr hinn ýmsu tæknilegu verkefnum sem menn hafa þurft að gera til þess að ná tilsettum markmiðum. Andsvar við ræðu ráðherrans, 87. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður K. Gunnarsdóttir. Herra forseti, vil þakka hæstv. Ráðherra fyrir þessa samantekt. Ein svona vangavelta af því að það segir í greinargerðinni með frumvarpinu að almenn lög sérlög muni ekki gilda Íslandsstofu, heldur muni af því að almenn lög sjálfseignarstofnanir muni ekki gilda Íslandsstofu, heldur muni þessi lög gilda hana af því þau eru sérlög. Sérlög ganga fram að almennum lögum eins og við þekkjum. Hver er munurinn? Hvað felst nákvæmlega í þessu? Felst í þessu aukið aðhald gagnvart Íslandsstofu? Felst í þessu aukið gegnsæi ákvarðanir af því nú er Íslandsstofa undanskilin þá stjórnsýslulögum og því eftirliti sem í því felst. Hver er munurinn á því að Íslandsstofa er þá undanskilin almennum lögum sjálfseignarstofanir og er eingöngu háð þá þessum frumvarpi sem verður hugsanlega lögum? Það er kannski fyrri spurningin. Og síðan vil ég einfaldlega bara benda á það sem að umboðsmaður sagði í niðurstöðu í áliti sínu þegar hann var að fara yfir hver í rauninni staða Íslandsstofu og þar á undan útflutningsráðs hafi verið, að þá segir hann að það sé í rauninni opinbert stjórnvald að ræða eftir allri myndinni, að þá er í rauninni og kemst að þeirri niðurstöðu opinbert stjórnvald að ræða og til þess væru þá í rauninni þessi tveir kostir fyrir hendi að gera Íslandsstofu með formlegum hætti að opinberri stofnun með þeim réttindum og skyldum og síðan hins vegar að kveða skýrt það í lögum að þetta sé rekstur í samstarfi stjórnvalda og atvinnulífs og það er sú leið sem hér hefur verið farin og það er þess vegna sem mér finnst gaman að nefna að það er sú leið sem utanríkisráðherra valdi og fékk til liðs við sig Vinstri græna. Þá svarar hæstv. Utanríkisráðherra andsvari. Já, virðulegi forseti, eins og hv. þingmaður var að vísa til að þá komu fram athugasemdir frá umboðsmanni og þar sem umboðsmaður taldi að það þyrfti að skýra hlutverk stofnunarinnar og stöðu stofnunarinnar og það var aldrei hugsun að þetta yrði ríkisstofnun. Það var aldrei lagt á stað með það og það er engin samstaða það við aðila atvinnulífs að svo verði. Og hún átti aldrei að starfa sem ríkisstofnun og
og þess vegna þegar þessi staða kemur upp þá þarf að bregðast við því. Og þá er niðurstaðan að hún verði sjálfseignarstofnun og þar af leiðandi eiga þessi lög sem þarna eru tilgreind, þá eiga þau ekki við. Og til þess að taka af öll tvímæli þá er það skrifað inn í frumvarpið. Þannig að við lendum ekki í þeirri sömu stöðu eins og við lentum í þegar komu athugasemdir frá umboðsmanni Alþingis. Og ég heyra það gæti ákveðinni kerskni og kannski stríðni hjá hv. þingmanni, ekki gagnvart þeim sem hér stendur, heldur gagnvart samstarfsflokknum, og ég ætla svo sem ekki að leggja neitt mikið á mig til þess að stoppa það. En það breytir hins vegar ekkert staðreynd málsins að þetta átti aldrei að vera ríkisstofnun, þannig að ég allavega get ekki barið mig á brjóst og sagt að hér hef ég tekið ríkisstofnun einkavætt hana, því að það átti aldrei að verða þannig og var aldrei lagt upp með það. Og ef það hefur ekki komið þessar athugasemdir frá umboðsmanni Alþingis þá hefðu menn væntanlega ekki farið eitthvað sérstaklega í það að árétta það að þetta væri sjálfseignarstofnun og þau lög sem eiga við stjórnsýslustofnanir og ríkisstofnanir að þær eigi ekki við. Nú veitir andsvar öðru sinni, hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Herra forseti, ég ætla bara að bíða með frekari stríðni þar til að kemur bæði inn í nefnd og kannski inn í síðari umræðu varðandi þetta mál. Mér fannst hæstv. ráðherra ekki svara alveg mununum á almennum lögum sjálfseignarstofnun og þessum sérlögum. Hver er munurinn, í hverju felst munurinn á því að Íslandsstofa falli og hennar gildissvið fari eingöngu eftir þessum lögum á móti því að hún falli undir almenn lögum sjálfseignarstofnun. Það var ágætt ef ráðherra færi yfir það, en ég verð reyndar að viðurkenna það að þetta er svo dásamlegur dagur og ég veit að hæstv. ráðherra deilir því með mér og það er svo erfitt að vera að koma með eitthvað svona skota þessum tíma, þessa dásamlega dags sem að ráðherra veit alveg hvað felur í sér. Ég vil hins vegar óska honum velfarnaðar í sínum samtölum, ekki síst við hans aðstoðarmann, og ég hvet hann til þess að ræða úrslit þessa dags lengi og vel við hann leið og við munum að sjálfsögðu að fyllstu alvöru fara yfir þetta mikilvæga mál. Ég fagna því að við fáum núna tækifæri til þess að ræða þetta. Það skiptir miklu máli fyrir hagsmuni Íslands að við samhæfum krafta atvinnulífsins og hins opinbera og útkoma verði þannig að við öll getum tekið undir það að Ísland spili ávallt til úrslita, alveg eins og stórkostlegt lið mun gera á sínum þegar þar kemur í Kíev í lok maímánaðar. Þá svarar andsvar öðru sinni, ég ráð fyrir, hæstv. utanríkisráðherra. Já, virðulegi forseti, ég tek bara undir flest það sem hv. þingmaður ræddi hér. Úrslit dagsins eru afskaplega góð. En allar aðdráttanir hv. þingmanns að þetta valdi spennu milli míns og aðstoðarmanns míns eru kannski ekki alveg úr lausu lofti gripnar. En við höfum nú átt erfiðari stundir, ég og aðstoðarmaður, nei ekki en allavega aðstoðarmaður minn, þegar kemur að þeim þætti sem hv. þingmaður nefndi hérna og fór alveg ágætlega yfir, sem er líka afskaplega mikilvægt í tengslum við frumvarp Íslandsstofu sjálfseignarstofnun. En ég og aðstoðarmaður minn höfum komist í gegnum erfiðari úrslit heldur en þessi og munum halda því örugglega áfram. Og ég verð að viðurkenna að ég man ekki hvað hv. þingmaður var að spyrja því vegna þess að ég fór ég bara mig dreymir sama draum og hv. þingmaður þegar kemur að þessari íþróttakeppni sem hún var að vísa til. En svona til að gera langa sögu stutta þegar kemur að sjálfseignarstofnuninni þá skal sú saga sögð eins og hún er og ég fór aðeins yfir það hér áðan að við mættum þegar kemur að samstarfi einkaaðila og opinberra aðila þá mættum við hafa skýrari og betri lagaramma það, betri umgjörð. Það verður ekki leyst hér. Niðurstaðan úr þessari vinnu er tilkomið vegna þess að eftir mikla yfirlegu milli ráðuneyta og atvinnulífsins
að þá er þetta sú lausn sem menn föndu sem væri best sem að geti náð þeim markmiðum sem við getum svo í sletti og virðulegi forseti verður að fyrirgefið kallað svona public-private partnership. Það er bara að segjast eins og er að það form er ekki nógu skýrt í okkar umhverfi og það er alveg sérstakt markmið að taka á því. Þess vegna er þessi niðurstaða komin. Það var skoðað, held ég, flest ef ekki allt það sem var að skoða í tengslum við það og þetta er það sem við teljum vera bestu niðurstöðuna hvað það varðar. Andsvörum er lokið. Fleiri hafa ekki kvart sér hljóðs og umræðu þá lokið. Frumvarpið gengur til 2. umræðu og utanríkismálanefndar ef enginn hreyfir andmælum og það er samþykkt. Forseti er sammála því sem hér kom fram í máli hv. þingmanna að nú er ágætisdagur að kvöldi kominn og afkasta mikill hér á þinginu. Dagskrá fundarins er tæmd, fleira liggur ekki fyrir. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundinum er slitið.